komin að tækjunum. Chess After Dark númer 312. Það rétt. Bingo. Og við erum að tvímenna í dag. Fjórmenna, eftir hvernig á það liti. Við erum nú aukaleikarar hérna. Já, hörku gesti. En áður komum þeim, þá það smá tilkynning. Já. Smárabí á morgun. Það þá 50 dagur. Þá verðum við kattbræður klukkan 18 með smá erindi í tengsli við HM með Íslandsbanka. Einmitt. Íslandsjóður auðvitað með okkur og þeir eru efna til virkilega skemmtilega sviðburðar og ætlum síðan að horfa á Frakkland, Marokko saman í 8 úrslitum. Skráningin must, við verðum með hlekk í bio á Instagram, eins og unga fólki segir. Já, hún allavega á rittarsíðunni og Íslandsbanki undir viðburðir og fleira. Yes, þannig að við hvetjum fólk til þess að fjölmenna þangað og við drekkum kalda hér í kvöld. Já, vonandi verður kalda bóstafn á morgun, það verður gaman. En þá að beininum, merginum og kjöti þáttarins, það eru Björn Berg Gunnarsson, sjálfstæður fjármálaráðgjafi og fyrirlesari í Reykjavík, reyndur sérfræðingur í persónulegum fjármálum og lífeyrismálum. Hann hefur starfað á fjármálamarkaði frá árinu 2007 þaraf sem fræðslustjóri og deildarstjóri greiningardeildar Íslandsbanka og rekur í dag ráðgjafaþjónustuna BB Ráðgjöf, heldur námskeið og fyrirlestara fyrir fyrirtæki, hópa einstaklinga og reglulegur álitskefi fjármál í íslenskum fjölmiðlum. Höfundur bókarinnar Peningar 2021 vel að merkja og að sjálfsögðu einna fyrstu gestum Chess After Dark. Hann hafði trú þegar enginn hefði trú. Já, skulum ekki gleyma því. Hann sá eitthvað sem aðrir sá ekki. Það var eini sem sagði já. Já, og svo ekki minni spámaður Konráð S. Guðjónsson, sjálfstæður ráðgjafi hjá Context EHF og fyrir efnahagsráðgjafi ríkisstjórnarinnar og aðstofamaður fjármálaráðherra, áður hagfræðingur hjá Viðskiptaráði, Stefni, Samtökum atvinnulífsins og Arion banka og já, svo mætti lengi telja. Strákar, verið hjartanlega velkomnir. Takk fyrir það. Sko, við varum að byrja á að spyrja hvað þið leikur á okkur. Þið þekkist það eitthvað? Já. Ég tók bara sénsinn á því, sko. Við höfum oft reykist á hvern annan og tekið spjallið og bara, já, ég heimita því að við erum báðir svona sjálfstæður nú, svona, þegar maður fara að staði í því, það var nú Björn svona einn af þeim sem var augljóst að tala við svona, hvernig virkar þetta, hvernig ber maður sér að? Og það er þetta bara frábær spurning, hvernig nú hafið báðir verið 9 to 5 og eru komin í sjálfstætt, sjáðu ekki eftir þeirra ákvörðun í dag eða eitthvað? Ekki enn, en þú veist, engin veit sína ævina fyrir öll það er allavega gaman að með það og mér finnst þetta, náttúrulega eru alls konar kostir og gallar, þú veist, gallin svolítið það að þú ert svolítið bara einn, algjörlega, og ekki upp á neitt annan kominn. En svo kosturinn líka stundum að þú ert bara einn og ekki upp á neitt annan kominn. Það er bara, þú þarf svolítið að standa með sjálfu þér og hefur sveigjanleika vissu leyti út af því, en svona, kannski, já, ekkert rosa gott alltaf að hafa ekkert einhvern svona augljósan til að spegla sig í eða einhvern svona makker, en ég held að svona mesti lærdóminn svolítið að bara átta sig á því hvernig svona pípurnar í öllu virkar. Já. Bara hvað maður að borga mikinn skatt, maður veit þetta, maður þekkir alltaf þessar tölur, en ég svona fór að hugsa fyrir ekki lengur síðan bara, já núna held ég skilji fyrst almennilega af hverju eiginlega allir atvinnurekendur eru hægri sinnaðir. Já, ég skilji. Af því að, þú veist, virðisaukaskatturinn sem við borgum öll, sko, þú veist, það er öðruvísi þú eitthvað straujar á kortinu og þú borgar fyrir vörun og fara að afhenda, en svo þú þarf að millifæra það yfir á ríkissjóð og greiða greiðsluseðil og allt þetta, þá verður bara upplifunin svo áþreifanleg, en maður hefur rosalega gott af þessu en annars fínt. Spreita sig í þessu. Já, heilt yfir jákvæð. Hvað segir þú, Björn? Já, ég tek undir það. Mér fannst það sem að kom mér skemmtilegast og óvart við að bara sleppa öllu öryggisneti og vera alveg sóló var svona þessi ókeypis orka sem fylgdi þessu. Já. Ég fann mjög fyrir henni að það maður bjargar sem held að maður verði einhvern veginn miklu færar í ýmsu, svona á að takast á við ýmislegt. Maður fær, ég er ekki kannski að segja metnaður að vera eitthvað meiri, en það er svona það verður til ákveðin tegund af samviskusemi sem ég held að sé erfitt að fá ef við erum ekki að vinna fyrir okkur sjálf. Og svo finnst mér það bara svo miklu skemmtilega. Ég var mjög hamingjusamur og glaður á fyrir vinnustað, en það að vera að sitja með látt á töluna upp í sófa heima og vera að vinna á kvöldin og gera það fyrir sjálfan sig, það er bara gaman. Það er bara skemmtilegt að það geta valið sér verkefni og unnið við það sem maður hefur gaman að það allir vera svo hefnir. Já, ég er eini vennileg launakomunnið þinni þá. Já, einmitt, ég var að fylgi fótspor ykkar strákar. Maður er bara lagar komur. Já, en
að því hún nefnir sko með samviskusemina sem fæðist að því ég finn líka fyrir auknu sko samvisku biti eða sem sagt að fyrir þingri ábyrgð sjálfur, tengið þið það strákar? Mjög mikið. Þú veist, það er engin annar sem grípur boltan og þú ert bara með skuldbindingu, ég ætla að delivera þessu og þú veist, það gengur langa oftast en menna svo bara gerist lífið og þú veist, enginn er fullkominn þar með maður sjálfur, þannig að það er svona, þú veist, þú nærði ekki alltaf að gera allt sem þú ætlaðir þér að gera. Þannig að það, já, ég tengi mjög mikið við það, en það er náttúrulega einhverju leiti svona þessi púki á aukslinni sem drifur mann líka svolítið áframstundum, sko. Einmitt, algjörlega. Sko, Birgir, þú ert nýkomin úr Villunars Hafþórs. The Mountain Villa. The Mountain Villa. Þeir endur ekki spóns, ég bara veit koma þessu. Já, ég vildi líka koma. Hann var ekki að spónsa mig, sko. En líka, Conrad, eins og þú nefnir, sko, með skatti sem út að greiða og þú áttar á þig þegar út sjálfstæður, sko, eins og víða í Bandaríkjunum, eða minnst í ákveðnum fylkjum þar sem þú sér líka skattina því sem þú ert að borga fyrir út í búð, sko. Svo virðisaukaskattin og sér náttúrulega ekki skattin sem er af hagnaðinum. En þetta er talsverð summa sem maður borgar í það. Tryggingagjöld. Lífeyrisiðgjöld. Þú veist þetta, maður þekkir þetta, maður veit þetta, bara allir hlutir verða miklu skiljanlegri þegar þeir eru áþreifanlegir. Og það er bara það sem gerist, sko. Og ég var að koma veiði. Já. Veitir reyndar ekki neitt, en Conrad, þú átt veiðisögu fyrir okkur? Nei, ég bara, þú veist, ég ætlaði bara að segja þetta því ég var svo forvitin að vita hvað þú er að veiða, sko. Ég get alveg sagt örugglega fundið einhverja veiðisögu, sko. Ég veit frá þegar ég var svona 5 ára held ég, sko. Það er svoleiðis? Já, var svolítið illa haldin mjög snemma og svo var ég, talandi að vera heppið við starfsvettvang, ég fekk þó nokkur sumur að vinna bara við leiðsögn í laxveiði, sem er eiginlega besta vinna sem þú getur haft. Það er eiginlega, já, það er svona einhver lúksus svona nánast sko, meðan við það að vera fastu við eitthvað skrifborð, að vera bara út í náttúrunni. Þú ert í raun og veru hálfpartinn að veiða, nema að þú veist, stundum það nánast þannig að þú bara gerir allt nema að halda á stönginni, sko. En svo stundum ertu líka bara bílstjóri, en það er líka bara gaman að vera með einhverjum færum veiðmanni og læra honum, sko. Þannig að það var rosalega skemmtilegt. Þú hefði nú líklega hrist hausinni við leifsamlingar einlega. Ná, kemur fyrir á bestu bæjum að 0, sko. Þannig að, já, það hefur alveg sést á þér. Það hefur alveg sést að vera með 0. Já, sumar, ég geti það lífislega til. En það þú veist, ég held reyndar að gætarnir væri bara að fá sér kaldan og vera stemningsmennarna, en þetta er smá eins og að spila golf bara á ómerktum hólum. Þú veist ekki neitt þegar þú ert ekki með gæt, sko. Nei, það er svolítið málið, þú veist, svo náttúrulega þegar þú lærir að, þú veist, meiri veiðir einslu og færð og prófa fleiri staði og ferði svona smá saman að áttaði á því hvað er líklegra en það er aldrei neitt sem toppar því að hafa einhvern sem veit bara þarna eru þér og það er svona og hins einn og gerði þessi röð bara rata á staði, sko, það er oft bara stórt vandamál, sko. Við þurfum að fá annað þátt bara þetta. Já, bara veiðina, sko. Það er klart að við vindum okkur í kjötu á beinum. Já. Og þetta með nýja vinn okkar, margt smátt. Já. Alltaf gaman að kynna nýja vinni. Tæplega 40 ára gamalt fyrirtæki sem að sér á þessi í merktum auglýsinga og gjafurum. Tilvæli fyrir alla sem eru einmitt að halda golfmót eða fara í einhverja veiðiferðir. Eða marathoni. Merkja þetta allt saman. Þeir prenta flest allar vörur í framleiðslusalið þeirra hér á Íslandi og við fengum að sjá þetta. Þetta er alveg starfstu. 25 mann sem starfa þar. En við ætlum að fara í HM, mótið sjálft og fjármálinn kringum HM í boði margt smátt og Björn Berg. Þú nú verið að rýna í gögnin og 16-lega úrslitunum lauk í gær, frídagur dag og svo hefjast 8-lega úrslitin á morgun. Þarna eru Frakkland, Marokkó, stórleikur, Spánn, Belgía, Norður, England, Argentina, Sviss. Þetta er nú eiginlega bara allt stórleikið. Það er af sem áður var þegar maður var að horfa á. Ég held að fullvirðing á nafn Grænhöfði en það var nokkuð lið. Núna er þetta orðið spennandi. Já, hversu vel hafið þið fylgst með mótinu og hvert er ykkar lið? Ef við byrjum með þig, Björn. Ég er ekki með neitt mitt lið, sko, en ég fylgst bara ljómandi vel með þessu og haft virkilega gaman að því. Já. Þetta er ekki með ykkur. Mér finnst þetta móta að fara mjög vel fram. Þetta er skemmtilegt og óvenju margir, sko, góði leikir sem kannski átti ekkert að vera svona góðir. Þar sem að, og ég held að eitt af því sem forsvarsmenn FIFA munum svolítið taka út úr þessu móti er að efasemda raddirnar varðandi fjölgunna, að þær svona hafi kannski ekkert allt og mikil áhrif eftir mót. Þetta stóð aldrei til að fækka aftur. En þegar að fólk var að segja, heyrðu, það er hérna eitthvað Grænhöfði eða Úsbekistan og eitthvað svona. Veistu, þetta voru bara samt skemmtilega leikir. Sammála. Það var bara ekkert að þessu. Það var bara fínt að fjölga.
upp á það að gera en auðvitað þynnti þetta einhverju leiti út mótið að þýlitum til að sko, komast þetta áfram þessir, já, og akkurat og við þessir svona hörðustu sem að kannski við lagt að vana okkur að horfa á því sem næst alla leikina bara reyðum ekkert við það en stór skemmtilegt. Hvað segir þú Konráð? Sko, já, ég er eiginlega bara nokkuð sammála eftir að því umfjöllin var öll svo rosalega neikvæð fyrir móti að maður einhvern veginn maður smitaði smá að því svo bara byrja móti og þetta búið að vera ég myndi segja yfir meðalagi skemmtilegt og svo líka annað sem ég var ekki almennilega búin að átta mig á að þessi leiktímar eru alveg geggjaði fyrir okkur. Já, flestir, já. Nei, sko, að því að það eru yfirleitt leikir svona á kvöldin og bara, þú veist, maður getur bara horta á þetta og sopna yfir sig, sko. Oft þessi stórmót, sko, þá er þetta bara einhvern veginn yfir daginn og þú er bara í þínu amstri og þú bara með börnunum og eitthvað og þú kannski nær seinni hálfleik og síðasta leiknum, sko. Þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Mér hefur fundist líka ég hef smá efins ennþá fjölgunina. Ég veit ekki hvort að en ég ætla ekki að fullera það. Mér finnst mjög svona bæði jákvæðskref og neikvæðskref í dómgæslu. Það að leyfa leiknum að fljóta svona áfram fyrir lítilbrot, það er bara, veist, ég myndi vilja sjá okkur taka út hvað það er að bæta bara skemmtarangildi leiksins mikið og líka þessar litlu reglubreitingar eins og með innköstin og allt þetta það er bara svona markviss búið að ákveða það, við ætlum bara að halda leiknum fljótandi. Það mætti bara taka leik og leið og sleppa þessum drykkjapásum nema þessi yfir 30 stigi hiti og þá var það í toppmálum sko. Það er svona heilt yfir bara so far so good sko. Já, þá spyr ég ykkur, byrjum að kona núna, hvaða lið vinnur þetta mót? Ég halla svolítið að Frökkum að þeir taki þetta. Þeir virðast einhvern veginn vera bara það ótrúlega massífur og sterkir og verið svona vera léttari stemming yfir þeim oft áður. Já. Þannig að, já, en svo náttúrulega bara, þú veist, þetta er svo ótrúlega tæft, það þarf ekki nema bara einhver ein mistök og þá bara breytist allt, þannig að ég myndi segja að séu allavega svona 4, jafnvel 5 liða sem 8 sem eru bara í raunhæfum séns, sko. Já, og það má alveg hrósa FIFA þegar við tölum fjölgun og liðum að brakketin eru samt líklega enda þannig að í undanúrslit verða Frakkland, Spánn, England og Argentína sem eru örugglega 4 bestu liði í heimi, sko. Hvað segir þú, Björn? Hvað er vinnur? Konráð eins og sannur hægfræðingur gefur sér samt átsarna líka. Nei, bara það sem er svo brilljant alltaf með fótbolta með við ýmsar aðra íþróttir er að, þú veist, það er nánast hvergi annars staðar sem að svona underdog eiga betri séns heldur en bara í fótbolta, þú veist, ferðin í körfuboltaleik og þú veist bara, þú veist, Grænhöfða er alltaf að fara að skítapa á móti Bandaríkjunum eða eitthvað þar, sko. En svo mæta sko, heimsmeisturinn í fótbolta Ótrúlegt. Og þau voru bara ekkert langt frá því að bara slá út, sko. Þú veist, þetta gerist ekki í öðrum hópiþjóðum. Þetta er það sem er svo geggjað og þess vegna, þú veist, jú, Frakkar eru sigurstranglegastir, þeir vita og allir aðrir vita að það þarf ekkert mikið út að bregða til að, í svona úrslatakeppni til að þetta út, sko. Nei, og það er svolítið áhugavert hversu langbestir þeir eru. Það er ekkert oft. Við höfum ekkert verið að fara inn í mót mjög oft þannig að það er eitthvað. Það er kannski þarna þegar að rákvæðin gullkynslu hjá Spánverjum sem virðist bara vera einhvern veginn að dóminera heimsfótboltann á þeim tíma. Annars að þá er þetta ekki algengt. Að sko það sé eitt lið sem sker sig svona úr. Þeir eru svo langbestir. En það er eitt sem ég langaði aðeins að fá að toga í, sko. Eitt spotti sem var þetta með umræðina og dramað fyrir mótið. Og það er... Við Stefán Pálsson höfum svolítið verið að tala og verið að halda fyrirlestur þetta mót og fyrri mót. Þess að fara aftur í tíman og rifja upp sko, hvernig er þetta mót samanborið við önnur og þegar maður horfir á fjármáluhliðina þá er þetta náttúrulega bara allt öðrum skala en þegar við erum að horfa á þennan punkt sem ég held að fólk almennt upplifi sem svona íktari og meiri og öðruvísi heldur en áður þá er það bara alls ekkert rétt. Ég held að þetta sé bara vegna þess hvernig við almennt munum eftir öllu svona. Við rifjum bara upp einhver Eurovision eða EM í handbolta eða heimsmeistaramót. Við munum eftir einhvern veginn hvernig gekk og svona, já, við horfum á leikinn heima og þessa og það var heldig gaman og svo vakti maður og ég gæti ekki, allt einhver svona skemmtilegar og hressar og svo er einhver sem skaut í slá og þetta eru minningarnar. Og svona kannski einhver ambjans, maður mann þessu Vuvuzela og maður mann einhvern veginn eftir Mistrinu og Azteca og eitthvað en sko, síðasta mót var í Katar, munið. Engin gisting fyrir fólk, en þeir bara þurfti að parkera einhverjum skemmtiferðaskipum, það var verið að eyða peningum sem var allir alveg brjálaðir út af, sem síðan voru ekkert allir út af HM, sko, en ok,
ofboðslegar áhyggjur af því að fólk væri bara detta niður þarna dautt bara á mínútu fresti við að byggja þessa velli. Mótið þar og undan var í Rússlandi, sko. Og bæði þessi mót í rauninni bara keypt og bara dómsmál og menn bara missa æruna og frelsið og allt saman út af þessum mótum. Síðan sko Suður Afríka, þegar mótið haldið þar, að það var náttúrulega bara byggði vellir sem eru allir í rúst í dag. Já. Og það verið að byggja áhorfendur sem að fylgja sínu löndum að vera í stunguvestum að fara á mótið, sko. Og auðvitað vúvúsela skemmir allt saman og bara meira á dráhyggjur af þessu. Í Brasilíu fara milljónir út á götu og mótmæla mótinu, sko. Það verið alltaf verið svona. Franco fékk mótið á sínum tíma. Mafían byggði vellina á Ítalíu. Það mætti enginn á vellina í Suður Kóreu og Japan. Mætti enginn áhendur. Okay. Ef þið farið á YouTube og flettið upp einhverjum leikjum. Það var rosa illa mætt. Heyrðu, hljóðin, ef maður hugsaður soundtrackið, ef þið hugsaðu hljóðin, þetta bara börn. Í alvöru tala. Af því þeir fylltu stúkunar af börnum. Það bara, heyrðu, þú heldur hérna með Svíþjóð. Og það eru öll mót svona. Beckenbauer misti æruna þegar Þýskaland fekk 2006, þegar þeir bara mútuðu FIFA-vennum. Þannig að þetta verður alltaf verið ofboðslega mikið drama. Þetta hefur bara aðeins öðruvísi. Þetta aðeins aðri hlutir að vera að stoppa menn út á flugvelli. Svo bara heilin okkar þannig að hann rosalega góður í að festa í sessi, sko, hvað var gott við hlutina. En þetta svona leiðinlega, það gleymist, sko. Það gleymist, það öllu Já, þetta alltaf skemmtilegt, sko. Eins og var eitthvað verið að review upp í, á ekki segja, næst besta hlaðarpi landsins og eftir ykkur, að vera að review upp HM 2002, draumaliðinu, svona var. Lokin var svolítið niðurstaðan bara, já, mér myndi að þetta var geggjað, þetta var bara frekar leiðilegt mót. Og ég fór að hugsa það sama, að í minningun, þú veist, ég var 13 ára hana, geðveikt, maður aldrei jafn mikinn áhuga, en svo svona fór maður að hugsa, þetta var eiginlega frekar döl mót, sko. En þá verður maður að spyrja, þegar að tala um drama, náttúrulega Trump, Ballagún, FIFA-málið, það var ótrúlega að sjá, ég veit ekki hvað fylgst vel með stofunni, Arnar Gunnlaugs, hann hringsnerist þarna á einum degi, var allt í einu bara 600 manns að vinna á FIFA og auðvitað gerði Infantino, veit ekki, ætla bara smósakett, hvað haldið þið að við gest þarna? Það augljóst hvað gerist þarna. En þú veist, ég meina, já, ég veit ekki hvað Arnar Gunnlaugsson hefur fyrir sér í emuna. Það sjá það allir. Það sagði það sjálfur mér, já, meina, ég bara hvernig þetta allt gerðist og bara, sorry, ekki rétt skilni hjá mér að þetta hefur aldrei gerst. Já, ég held ekki. Veist, ef það þannig, þá augljóst. Cristiano Ronaldo fekk skilur einhvern veginn. Var það fyrir beint Man ekki hvort það hefur verið nákvæmlega eins. Nei, ég skal ekki segja og í FIFA landsleik, sko. En allavega þetta líktaði mjög illa. Við getum fullirt það. Og ég veist, hjálpaði Bandaríkjunum ekki neitt, en það fóru var þeim bara hent öfugum út, sko. Já. Þetta var svona dálítið hjákátlegt að fylgjast með þessu. Líka, þú veist, það vissi enginn hver þessi gæi var fyrir 2 vikur síðan. Nei, þetta var góð markasetning fyrir hans, sko. Já, frábær. Já, kannski aðeins, Björn, hvað þetta móta, þú talar þetta var okkur allt öðrum skala en áður, er þetta bara stærsta ever eða? Já, þetta er ódýrasta mót sem hefur verið haldið síðan 98. Ódýrasta? Sem er merkilegt, já. Ódýrasta nú verið, síðan 98, af því að það þurfti ekkert að byggja neitt. Það var svona Dallas Cowboys völlurinn sem þurfti að taka almennilega í gegn og þessi kanadísku og svona eyða einhverjum alvöru peningum, en þetta er ekkert miðað við fyrir mót og það er allt til alls, það er allir innviðir bara upp á 10 þarna nokkurn veginn. En tekjurnar eru meiri nokkur sinni áður og þetta mun koma út í hagnaði fyrir FIFA upp á svona cirka 830 milljarða. Sæll. Sem er það langmesta sem verið hefur og það er búið að eyða öllum þessum peningum fyrirfram sem er svolítið áhugavert af því að FIFA er alltaf með 4 ára budget. Það ger alltaf 4 ára reikning og 4 ára fjárhagsáætlun og það er búið að verja þessum peningum í einmitt bara einhver flóðljós og þjálfun og kvennamót og yngri mót og önnur kallamót. Af því allt sem FIFA gerir er ekki í tapi nema þetta og síðan heimsumstarmót félagslega sem er í rauninni batteri sem er bara keypt af Saudi-Arabíu. En svo dælaði peningunum bara út eða ekki? En þess að þeir halda ekki peningunum inn? Ekki núna. Okay. Já, þeir hafa verið að byggja upp yfir síðustu svona 24 árin hafa verið að byggja upp varasjóð sem er núna í einhverjum 200-300 milljörðum og þetta fer náttúrulega bara beint í hann núna, sko, bara þegar að frakkar lyfta byggarnum þá verður bara sett inn á bók en svo verður þessu 1 á næstu 4 árum þannig að það eru 830 miljardar sem að er í rauninni ef að fólk er að reyna að skilja hvernig og hvers vegna ákvarðanir eru teknar hjá FIFA að það bara rekja peningana, sko. Að af hverju eru svona mörg lið, af hverju er þetta haldið þarna,
af hverju þetta, og svo eru við einhvern veginn svona að fuss og sveigja yfir einhverju á meðan það einhver að reka bara sitt knattspyrnusamband í einhverju af öllum þessum löndum sem ekkert að fara að vinna mótið sko, og sitja heim og vera að horfa á þetta sem að hugsa ef að Infantino kreistir nokkra milljarða í viðbót þá fáum við fleiri flóðljós hérna heim, en þá getum við lagt gervigrasvelli og ef ég næ því þá verð ég endurkjörinn og þess vegna ætla ég að kjósa þennan sem yfir mínu sambandi því að hann ætlar að kjósa Infantino og Infantino ætlar að sækja þessa milljarða og svona gengur þetta allt saman. Þannig að þetta skiptir máli bara fyrir KSÍ og aðra, hvernig þetta HM gengur? Já, bara geysilega miklu máli. Það bara, fólk að klappa þetta upp í KSÍ að minnst okkur að vona, það bara að horfa á það fullt í stúkunni, það bara meira fyrir okkur. Það meira og meira sem hún færið eftir því sem að móti gengur betur og afla meiri tekna. Þannig að ef við erum að tala eitthvað svona mandate, hvert hlutverk Infantino, til hvers hann kosinn, hvort sem við erum hrifin að ekki, þá hann kosinn til þess að græða sem mest. Já, það einmitt að því þú varst að nefna þetta með uppbygguna og komst aðeins inn á það hjá Arnar Gunnlaugs og Eiður Smára. Stundum var komin Harlínu stefna í stúdíu sem var einhvern veginn ekki daginn áður, þannig að maður velti fyrir sér hvort það hefði eitthvað komið innan úr KSÍ. Mér finnst það fullkomlega ómögulegt en mér fannst þetta náttúrulega ekki býta höndina sem að fýta þig. Þetta glæsilegasta tækling sem maður séð á þessu mótið Arnar Gunnlaugsson og Hörgur Magnússon. Já, hann var hötti var líka einskísmanns landið hann var einn á móti tveim landið. Þetta ekki þeir sem staðið upp á mótið sko. En já, að því þú veist að nefna sko, það eru ýmsar spurningar sem að vakna við þetta allt saman og peningaslóðin svarar þeim flestum. Sko, ég velti einmitt fyrir mér bara HM félagslega, fyrir hvern þetta? Bara einhvern veginn Bandaríkjunum, enginn raunverulega pæli í þessu. Svo sér maður bara, já, þetta bara stór hluti af efnahagsreikningi FIFA. Já, þetta farið að verða bara alveg slatti og þetta náttúrulega gert í annarri tilraun. Munið þegar að fyrst var þannig að það var breskur blaðamaður sem skrifaði grein það að það væri á baku tjöldin verið að semja við Sádi-Arabíu upp á nú vil ég ekki fara með rangt mál upp á hversu marga milljarða dollara það var að Sádi-Arabía myndi bara kaupa þetta mót, þar að segja myndi borga fyrir það til einhverja ára að þetta mót yrði haldið og þetta var allt gert í leynd og þegar þetta slapp út, þegar þessi grein var skrifuð þá var bakkað með allt saman þá bara fór þetta í fjölmiðluna og var allt brjálað þá var bakkað með þetta allt og ég man að þá var umræð og ég var í einhverju viðtalið með það sem að var hvað eru menn eitthvað galnir hérna það ekkert verið að selja bara búið til eitthvað mót það ekkert pláss fyrir ný mót bara komið og Sádi-Arabía að borga fyrir þetta það hafðist á endanum og þetta risastórt og ég meina hverjir eru brjálaðastir af öllum út í þetta það Evrópska knattspyrnusambandið UEFA því að þetta sett sko beint til höfuðs meistaradeild mun bara vaksa þeir hafa hort öfundaraugum á þann seðil sko maður á aldrei að gera neitt fyrir luktum dyrum en ef maður ætlar að gera á annar borð þá það Héðinshurðir. Já, rétt. Þeir eru þetta fluttar á Selhellu 2 og get ekki beðið eftir að taka á móti þér. Nei. Héðinshurðir hafi verið með iðnaðarhurðir og bílskúrshurðir á Bárstólum í áraræðir og sjá uppsetningu líka. Það svolítið það sem að mér finnst vanta á fleiri stæði. Og þú ert ekki bara að selja gæði, þú ert líka ábyrgjast uppsetninguna. Rétt. Og svo þetta kaldi, það alltaf eitthvað nýtt að gerast við þeim. Sumarkaldi, frískur hveitibjór 4,6% með... Sunnankaldi. Sunnankaldi, já, gott það. Við ætlum að fara okkur í... Þú ert að drekka þannig. Þetta sunnankaldi. Já, það var bara 0% hjá mér í veiðinni en húsnæðismarkaðurinn. Sko, þetta auðvitað umræðefni sem að snertir marga hlustendur, sama hvort fólk að flytja heim, ungt fólk að spá í framtíðina eða fjölskyldur að fylgjast með óseldu húsnæði hlaðast upp á skuldarliðinni. Spurningin alltaf svo sama, hvernig kemst maður inn á markaðin í dag? Ef við byrjum aðeins á þér, Konráð, í raun erfiðara að eignast húsnæði á Íslandi en í Evrópuríkjunum? Þú varst nú að droppa skýrslu bara rétt á hann. Já, einmitt, sko. Það reyndar ekki alveg tekið fyrir þar en ég nú svona aðeins skoða það og mér sýnist það svona vera með það sem að liggur fyrir, myndi ég segja nokkuð svipað bara á almennt gengur og gerist. Já. Rosalega misjant eftir löndum virðist vera bæði hvernig fólk að kaupa sína fyrst íbúð, hversu mikið algengt að fólk að búa í einu húsnæði, byrði húsnæðiskostnaðar mjög mikil sumstar, til dæmis í Danmörku sem ofta tekið sem dæmi einhvers konar húsnæðisparadís, sko, byrði húsnæðiskostnaðar
mjög mikil þar. Er það ekki orkukostnaðurinn? Að hluta til, Já, sko, já. jú, en svona það bara fasteignaverð þar hátt, þannig Já. að þú veist, þú sett með lága vexti að það kemur eitthvað á móti, en ég svo sem þekki ekki alveg. En með við hvað fólk gamalt þegar það fer að meðaltali, sem svona eitthvað 31 ár í Evrópulöndum, plus mínus, að við erum bara á sama stað hér. Þannig að með við Evrópulönd þá það bara svipað og líka, sko, sem svolítið merkilegt líka að þú skoðar aldur fyrstu kaupenda langt eftir í tíman hér að koma einhverja sveiflur, þetta búið að vera mjög lengi, þú ekki alveg að fullera það, ég held að það búin að vera svona 30 í næstu 20 ár. Já. Og það búin að vera, þó að þessi búið að tala rosalega mikið um það að þessi ómögulegt að komast inn, þá samt alltaf einhver að komast inn. Það bara eitthvað 80-90% af hverjum árgangi hverju ári með fjölda fyrstukaupenda að kaupa fasteignir. Þannig að þá fer maður að hugsa, já, ok, það lítur þá á því að þeir sem ekki að komast inn bara frekar skrút og það sem að líka vísbendingar að þetta rosalega mikið drifað fram að því að fólk á ættingja og foreldra sem að hafa notið góðs á hækkunum áður og einhvern veginn svona íta því áfram niður á næstu kynslóð og þannig komast inn. En að þú veist, bara fólk myndi bara gangi í kring hérna sem bara skoði í kringum sig bara, heyrðu, þú keyptir þína fyrstu íbúð, fékkstu einhverja hjálp eða fyrirfram greiðan arf eða lán eða eitthvað frá foreldriðinum? Ég held að lang flesti myndi svari sig já. Þannig að ef þú hefur það ekki, þá náttúrulega það erfitt, hugsa ég sko líka því að fasteignaverð á Íslandi í öllu sögulegu samengi núna, sérstaklega með vaxtastig, bara mjög hátt ennþá. Já. Þannig að það þú veist, margir sem komast inn en það alls ekki auðvelt. Nei. Það svona kannski löngsaða stutt. Já, hvað segir þú, Björn? Þú náttúrulega í ráðgjöf og örugglega fullt af fólki að spyrja hvernig það kemst á markað en það hægara sett en gert. Já, og þetta alveg rétt sem Konráð segir, það mikið aðstóð, en þetta óskaplega misjandi, en ég held líka að það eru svona aðrar vítir einhvern veginn búin að bætast inn í þetta heldur en áður. Það kannski ekkert óbúslega hlaupið að því fyrir ungt fólk að ná sér í aukavinnu og ná sér í að vinna geysilega mikið í stuttan tíma eins og var hér áður. Það virðist vera minna það og laun, þú veist, yngstu hópana kannski aðeins dreigist aftur úr sem ekki gott og skattar náttúrulega alveg ægilega háir. Það sem líka bara kröfurnar, ég heyri það mjög oft, bæði frá ungu fólki beint líka foreldrum, þar sem að það bara kemur ekki til greina að fara í einhvern sveittan kjallara, sko. Nei. Það byrja þannig og það þarf alltaf að fara inn í að gera mjög mikið á sama tíma, þannig að væntingarnar svona bara til lífsins séu mjög miklar. Þú ætlar ekki að vera að vinna við eitthvað sem þið finnst ekki skemmtilegt, þú ætlar að fá að finna þig á einhverju ferðalagi, þú ætlar að fara að drekja þér í námslánu, þú verður að vera á bíl og það allt svona á sama tíma og þú ætlar að kaupa þér íbúð. Þetta auðvitað alls ekkert algilt, en svona, þetta það sem ég að heyra anekdótal, sko, frá fólki, en það sem ég held að hafi líka búið til ákveðið vandamál sem er grafalvarlegt, það að það hefur orðið ákveðið vonleysi á ákveðnum hópi og það eru þeir sem að voru að spara í þessum miklu íbúðaverðshækkunum og íbúðin sem þau ætlaðu að kaupa hljópa undan. Það rosalega erfitt að upplifa það. Að fara í gegnum það að vera jafnvel að standa sér rosalega vel. Vera einhvern veginn að berjast í gegnum eitthvað nám, leggja fyrir 50, 60, 70 skall á mánuði, en markaðurinn hleypur hraðar en það og þú fjarlægist markmiðið. Og þá svona þetta, þá verður maður bitur og kannski gefst upp og fer að nota peningarnir í eitthvað annað. En ég var nú á fundum daginn, tala á fundi hjá HMS sem var akkurat þetta, svona hvernig getur ungt fólk keypt sér íbúð og þar var ég að deila allavega minni reynslu af reynslu þeirra sem hafa náð þessu. Því ég hef bara verið blessunlega rætt við mjög marga unga sem hafa verið að kaupa sér fasteignir, alls ekkert allir með aðstoð. Og það engin, þú veist, það ekkert að stytta sér leið með einhverjum trikkum. Þetta bara það að þú þarft helst þá að fá að búa frítt á meðan. Það rosalega að vera á leigumarkaði. Það ekki hægt. Það bara alveg glatað. Ekki svo í dag. Þannig að þú verður helst að vera heima hjá mömmu og pappa, sem þýðir að þarna þarf maður stundum að hafa fengið, að þarf einhver að hafa ítt manni af stað. Þegar maður ungur heima hjá mömmu og pappa þá kannski maður ekkert að pæla í því. Það búið í kommunu? Ég nýtti með það, borgaði bara svo lága leigu ég komst upp með og reyndi að safna þess rætt á ég gatt og sé ekki eftir því í dag. Það merkilegt hvað það lítil menning fyrir því á Íslandi. Af því að ef við tölum byrja svona með Evrópu þá það bara mjög algengt meðal ungs fólks að
búið bara kannski 4 saman eða einmitt. 5 í húsnæði. Já. En það tíðkast ekki bara meðal Íslendinga. Sko. Nei. Það einmitt held ég svolítið þessar svona kröfur. Já. Ég hugsa tilbaka, hvað ég var ekki til í þetta. Á meðan þetta var, sem bara eitthvað svona tímabundið og bara ágætis sambýlingar og þú veist, maður sá að, þú veist, maður var að ná að leggja helling fyrir og svona, þá var þetta bara fínt, sko. En svo maður kannski ekkert að þegar við förum þá að reikna út hversu raunhæft þetta að kaupa sér eitthvað, þá ekkert pláss fyrir neitt á sama tíma. Þú ert ekkert að eyða í neitt. Og ef þú ert að gera ráð fyrir því að íbúðaverð hækki, ég held að sé mjög hættulegt fyrir einhvern sem að kaupa sína fyrstu íbúð núna að gera ráð fyrir því að raunverð bara lækki eða svona þannig spár gangi upp. Þú verður að gera ráð fyrir því að þetta fari á verri veg fyrir þig, að þá verður að taka svona einhvern sprett í tiltölulega skamman tíma og það eru algengustu dæmin sem ég að sjá. Það eru krakkarnir sem að safna sér þessu kannski á 18 mánuðum, 2 árum, 2,5 á svona ótrúlega skömmun tíma. Það rosalega stuttur tími. Já, þá bara verið að vinna og eyða engu. Það bara byttað í jaxlinn og svo þetta komið. Og það alveg hægt eins og hefur alltaf verið hægt. En þetta rosalega stórt skref. Og svo þetta þessi aðstoð sem að kemur úr viðbótarlífeyrissparnaðinum. Þannig að þá færðu þau svona tvöfalt sko, því að þú varst að vinna mikið og borgaður mikið í viðbótarlífeyrissparnað. Bara hann ofan á þetta. En svo bara eitt að því að svo langar við að tala um þeir sem að stækka vissi, ég að búa til samtökum það til höfuðs Halldórs sko hlutdeildarlánin og það víst hægt að biðja bankanum eitthvað svona sigrum á þessum skilyrðum og eitthvað. Ég held að Ásgeir Jónsson að tala um daginn bara að það sé eiginlega að nota þetta. Já, allt og lítið sko. Hann víkkaði svigrúmið sem bankanir hafa en þeir voru mjög langt frá því að vera fullnýta það sem hafi verið fyrir. Og það sem sagt út af þessum lánþega skilyrðum Seðlabankans þar sem verið að tala hlutfall af ráðstöfunartekjum sem mega fara í greiðslur og húsnæðislánum. Og það má alveg svona teygja það svolítið ef bankanir vilja það. Fyrir ákveð hlutfall, hvað fór þetta úr 5 í 10 eða 10 í 15, ég mann ekki, en það var allavega ákveð hlutfall nýra lána sem má fara umfram þessi skilyrði. Þá get ég ímyndað mér að það var svigrum, þannig að bankanir geta valið svona bestu bitana til þess að brjóta í raun og veru skilyrðin. Til dæmis kannski einhverja sem eru að segja, heyrðu, ég nú bara að borga þetta í leigu í dag. Eða bara einhver sem sýnir bara, kemur með ráðningasamning, heyrðu, já, þetta eru launin eins og voru, en þú veist, ég er að fara að hafa þessi laun, sko. Það hinn í samningi, eitthvað svona. Já. Aftur á samtökunum mínum fyrir þá sem að stækka við sig því að það eru samt bara sömu hjólförin því maður sér það núna að auðvitað fekk maður hellings eigið sem ég keypti það í janúar 21 eins og margir í COVID en það alveg hægara sagt en gert líka bara að stækka við sig sko, af því að hinnar hækkuðu meira en mín sko. Já, einmitt. Ég held að við séum alveg klárlega á sama stað við vorum í hrunnu. Þar sem að fólk sko, þar sem að tíminn býður eða líður og meðan að þá bara bætast við einhver börn og svona. Já. Og þannig að það verður þannig þörf á því að stækka við sig en fólk getur ekki tekið stökkið. Og kannski höfum við líka verið að sjá það með því hvað er orðin óbúslega mikill munur á fermetraverð á sérbíli og fjölbíli. Þú ert kannski að borga 500-600 skall á fermetran fyrir sérbíli og 1.000.000 kall fyrir fjölbíli. Það rosalega munur á þessu. Fólk ekki að ná að stækka við sig. Nei. En það talaði við mörg ári. Ég held mér að þegar við hittum því fyrir 5 ára síðan og bara það er að byggja meira. Sko, það eru svona 150 eignir bara í Kópavogi Garðabæ sem koma á dag á fasteignaveðinu. Sko, ég segi bara að það þarf ekkert að byggja mikið meira. Ég meina það er frekar að... Nei, þessi umræða er búin að vera mér svolítið ráðgáta lengi og það sem að þetta er búið að segja þetta lengi, það þarf að byggja meira. Já, alveg fæn, verður rosalega hátt. Það er einhvern veginn í öllum áætlunum bara svona, þegar í allir þessari umræðu bara svona almennt þá gleymdist svolítið hvað þýðir það ef þú fer að byggja umfram svona demografíu þörfina bara umfram það sem að koma nettó bara nýjum fjölskyldum og bara heimilum sem vilja kaupa fasteign. Þú veist, hvað gerist? Þetta er bara fyrsti tíminn í hagfræði. Þú ert að auka framboð hraðan eftirspurn, verðið lækkar. Og miðað við allar áætlanir sem svona lágu fyrir, jú við undirskotum náttúrulega í þessu svona stökk í fólksfjölgun, en það var í tiltölulega skamman tíma. Það er búið að vera að byggja ofboðslega mikið lengi og það hefur alveg þurft, sko, alls ekki misskilja mig, en ég held að það sem þurfi, sko, ég vil bara vona gerist að því að ég er að fylgjast með þessu líka, það bara tikkar upp framboðið bara stanslaust, ásett verð byrjuð aðeins að koma niður. Þú veist, markaðan þarf bara átt að segja því, verðið ennþá aðeins og hátt. Ekkert mikið, sko,
en ef þetta heldur svona áfram þá, þú veist, verður bara að lenda í einhverju alvöru vesinni og þá getur þetta fullt af íbúðum lendi í höndunum á bönkunum og það, þú veist, heldur ekkert gott, sko, því að þá kannski þýðir það að þá bara kemur dífa svo í byggingamarkaðin seinna og þú veist, hvað þá? Það verður byggt of lítið kannski eftir einhver x ár. sem virðist vera kannski svolítið byrjað. Sérstaklega nýbyggingum. Já, en sko það sem ég hef ekki alveg skilið í því að þú veist, það er búið að tala rosa mikið neikvæðar horfur í byggingunum lengi, en það bara sést ekki í tölunum. Ekki starfandi, ekki veltu og ég bara klóra mér í kollinum yfir því að þú veist, það ekkert verið að byggja sko, en það allavega fullt af fólki í geirinum, þú veist, jú, það er verið að gera eitthvað annað kannski, en íbúða fjárfestingin það stór bara hluti af fjárfestingum að maður myndi halda að myndi sjást, en mig grunar ég trú ekki öðru en að fari virkilega hægja á því bara með við, þú veist, bara það hleðst upp lagar á óseldum eignum og þú veist, þetta á áhrif víða sko, þetta náttúrulega mjög mikið nýbúður, maður aðeins fann að sjá þetta yfir í sérbýli, þú veist, það var mjög lítið söluframbúð sérbýli, en ég held að svona frá áramótum sé að það búið að aukast kannski einhver 20-30% eða eitthvað svoleið sko. En gætu við ekki fara að sjá núna samt bara einhverja röð af gjaldróti verktaka? Þeir eru að selja þessar íbúður líklega. Maður skal ekki segja, það er ekki efnaðsengin og þú veist fjármögnuna hjá þeim mörgum, en meina það er bara augljóst. Í núverandi vaxtastígi að þú ert skuldsettur þá tikkar það. Þannig og þú veist, já, vextinu, jú, þeir getur nú kannski lækkað eitthvað seinni hluta ársins, en þeir þurfa að lækka held ég töluvert mikið til að þú veist, þetta bjargist. Það er ekki að fara að gerast alveg strax sko. En þannig að þó að, til að slúta þessu, þó að fasteignamat þú segir þessi ennþá of hátt, það er samt búið að standa í stað núna raunverðið er að lækka og það sem ég er að segja er að þú veist, kannski nafnverðið þarf ekki að lækka endilega svo mikið, ég held að við þurfum bara aðeins meira því að raunverðið fari aðeins niður á við sko og að lækki í hlutfalli við tekjur og annað til þess að leiðir þetta að því að líka annað sem var svo merkilegt sem gerðist er að COVID kom og þar áður voru bara vextinni búin að vera í lækkandi og svo kom COVID og það var ennþá lengra niður og þá flýgur fasteignaverðið á flug. Svo hækka vextinni aftur, fasteignaverðið gekk ekki aftur tilbaka sko. Það hélst bara ennþá mjög hátt sko. Þannig að það er einhvern veginn, það er eitthvað aðeins að rétta sig af, vil ég segja. Til að kjarna þetta fyrir unga hlustendur, Björn, hvað þurfa þær að gera þegar vilja flytja frá mömmu og pappa? Þeir þurfa að reikna þetta út, þeir þurfa að skrifa þetta niður og þeir þurfa að passa sig á því að lendi ekki í því sem allt og margir lendi í, sem er að halda að þeir séu að gera þetta rosalega vel, en þeir eru að gera þetta allt og hægt. Og þeir þurfa að átta sig á því að það sem okkur finnst sanngjarnt eða ósanngjarnt og allt þetta, það hefur engin áhrif á það hversu hratt hún er að kaupa eitthvað og að það þarf bara að taka tíma þar sem við bítum á í axlinn, vinnum og eyðum engu. Maður er ekkert að kaupa sér eitthvað nýtt, maður er ekkert að gera eitthvað rosalega mikið og ég veit ekki hvort að það hjálpa eitthvað sko, en það er alveg hægt að prófa að heyra í einhverjum sem er búin að gangi í gegnum þetta og spurja, var það leiðilegu tími? Mér fannst það ekki. Bara sem að HM. Ég held að það er mjög marga, ég meina þessi tími það sem að maður er, það sem að þegar þú spyr sko, eins og kynslóðan kannski undan okkur sem voru þá að borða núlunar bara og svona sko, það var ekkert leiðilega minningar. Meina, spyr fólk, var leiðilegt á vertíð? Það er enginn sem segir nei. Það var allt bara skemmtilegt. Maður er bara duglegur og busy og maður er að vinna í átt að einhverju markmið og maður sér bankareikningi hlaðastu. Svo kannski kosturinn við þessa stöðu núna er að þú veist, jú, bara drífa þetta að reyna að gera þetta hratt, en þú ert samt í þeirri stöðu í svona tildulega fyrirsjánlega framtíð, nema vextir fara eitthvað óvænt mikið lækkandi, að þú þarft ekki að vera í panikki að íbúðin sé að fara að hækka á morgun. Nei. Getur bara gefið þér, þú veist, svona þú getur verið svona tildulega allavega rólegur og þú veist aðeins vandað valið í og prófa að bjóða á svona sko. Og mögulega meðan ég var sko, keypti mína fyrstu íbúð 2016 og ég sá bara, það var nýbyrjar greina markan, ég sá bara hvað var að gerast og bara rauk út og bara endaði að kaupa þú veist svona eftir að hyggja einhver leiti bara einhverja íbúð sko sem ég lista á sko, því ég var búin að fá 3 svar nei á einhverju tilbúðum og ég sá bara hvað var að gerast. Kom sér reyndar vel sko, endaði þar í 4 ár og sé ekki eftir neinu þar, en þú veist, það var ekki þægilegt að vera í þeirri stöðu. Þannig að það er, ég myndi segja að þeir sem eru svona í þessum pælingu núna þessi heppnir að það er ekki staðan. Já, svo það bara heyri Birni Berg að þú þarftir ágjöf. Eina fólki sem ég vorkenni í þessu eru foreldrarnir sem get ekki hjálpað börnunum sínum. Já, en það má samt, ég ítreka það alltaf, mér finnst langsamlega besta aðstóðin sem að foreldrar geta veitt börnunum sínum er að kenna þeim að gera þetta.
Það er miklu Einmitt. dýrmætara heldur en einhverjar nokkra miljónir til að frá. Ja, þetta er Það er frábær bara, punktur. skiptir öllu máli. Og þá er það oft þetta að þú þarft að íta börnunum þínum í að byrja áður en að þau eru búin að kveikja á því að þau þurfa að fara að safna. Bara í menntaskóla þannig að fara að byrja að safna einhverju. Sko. Þetta er bara svona, lífið er harður skóli, krakkar. Já, mitt. Og eins og þú segir, hvað þurfa þeir sem er ekki fluttir að heimann að gera, þeir geta allavega að hugga sig við það að þeir eru búin að stíga fyrsta skrifið og það er að búa heima hjá sér. Já. Og borgi ekki leigu. En við ætlum að færa okkur í matvælaverð og kaupmátt. Og það eru þetta Kappal sem eru með útsöluna í fullum gangi núna. Og Til að mynd, ef þið ætlaði að satna fyrir íbúð, þá veistlið í Kappal. það er bara ótrúlegt hvað þú færð fyrir penningin þar sko. Bara trúið ekki að vera útsalað. Þetta sem að lágt verð endurspegli kaupmátt. Það er gott að vita það. Ég er búin að fara að efast það með viðbröðu sem ég fengi síðustu vikunar. Þórólfur Matthíasson er að koma hérna. Kappal er þetta í Smáralind kringlinni og Fjörður. Já, fyrrun. Rísastórt. Já. Og svo er það Krónan og það er grillkjött og grillmeðlæti fyrir þá sem eru komnir út á íbúðamarkaðin. Þá er það fiskverslun Hafliða og það sem er ódýrt er krónumert fyrir þá sem eru enn að leita sér að sinni fyrstu. Já. En það er grillhlökkun í loftinu í Krónunu og þetta fáránlega gott sem þú færð þar. Hráefni og annað. En fáar umræður hafi verið jafn heitar undanfærið og svo umræða það hvort að matakarfan sé dýr eða ódýr á Íslandi. Konráð, þú lendir sjálfur í hringi þegar það er umræður. Já, Þetta er að heimildi gaggrindi greininguna þeirna. Ég kalla það bara kjöri til þess að fara bæði við stóru myndina og praktísku atriðin fyrir heimilsbókaldi. Ef verðlag í heild mælist með því lægsta, er það einhver hætta á að þessi framsetning færi stöðuna fyrir þá sem eru með lágar tekjur? Ef að verðið í heild á Íslandi, Já. ef það er með því hæsta? Eða... Já, í raun og veru bara, með við þína greiningu, þá er matvælaverð ódýrast í Garðabænum, það er hæstu launin þar. Ég meina að, já, ég held að það sé alveg sanngjarnt að segja, kaupmátturinn er meiri þar. Já. Sko, það sem að vandamálið þarna er svolítið, ég veit ekki, ok, hugsum þetta þannig. Þegar þið heyrið einhvern segja, matvælaverð er ógeðslega hátt á Íslandi. Hvað hugsið þið? Þið þurfum ekki að svara. Ég myndi halda að flestir hugsa bara dýrt að lifa einn af. Við höfum það ekki gott, ekki satt? Kannski ekki, við höfum það ekki gott. En þú skilur hvað ég meina. Ég held að mjög margir, þetta verður nota sem það bara herði. Það er ekki að vera svín á almenningi eitthvað. Það getur vel verið að vera svín á almenningi í einhverju leiti, sko. En allavega. Ekki Krónan. Vandamálið er að lönd það sem verðlag er almennt hátt, það eru ríkustu lönd í heimi, almennt. Og þetta er bara kenning og ekki á fyrsta ári reyndar í hagfræði, þetta er svona annað ár sko, en bara mjög vel establisherað að það háframleiðin í lönd sem eru að framleiða eitthvað verðmætt að þar eru bara laun hærri og verðlag verður hærra en heilda niðurstaðan er að kaupmáttur þessar landa er meiri. Bara Ísland, Noregur, Sviss, Luxemburg versus Albanía, Norður, Makedónia og eitthvað. Þannig að þetta er að endurspegla bara hvernig verðlag er hér í hlutallu önnur lönd sem er endurspegla lífskjör. Annað sem þessi samanburður er að endurspegla er að þetta heitir í daglegu tali raungengi. Þannig að þegar þú ert að segja matvælaverðið er svo rosalega hátt eða eitthvað, það er bara að segja að krónan sé sterk. Og ég var svo, hefur verið svolítið hugsumindu og ég var hérna veit ekki hvernig þetta fyrir loftið, en var í morgun, þá var ég á Rás 2, þar sem að vera að ræða þessi mál og þá var verið að ræða, misjafnt eftir hvernig þú lítur á þetta og eitthvað svona, þetta eru 2 sjónarhorn því að svona kannski fyrir bakgrunn sko, ég er búin að segja allt þetta, það sem ég hef verið að benda á er að þú ert að horfa bara hvernig við höfum það, þá verður að setja verðið í eitthvað samengi við tekjurnar og þegar þú gerir það, þá stöndum við býsna vel, heilt yfir. Það er þetta að fara í, er þetta 10, 20, 30, 40% eða eitthvað að fyrir bara eftir, ertu að nota með þessi gögn eða miðgildi, erum við nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Það eru sjálfur sér í mínum huga auka atriði. Við erum frekar framalega og með frekar bara mikinn kaupmátt. Og það er það sem skiptir máli. En hins vegar það sem er verið að nota eru tölur sem eru bara raungengi. Og ef þú skoðar hvernig það þróast, að þá til dæmis 2009, þá hrundi hlutfallslegt matvælaverð á Íslandi. Það bara því að krónan veiktist ógeðslega mikið. Ætlar einhver að segja mér að íslensk heimili hafi verið betur sett við það? Nei. Svo fyrir við aðeins lengra áfram. Krónan styrkist innan 2013 til 17 og sama tíma verður sko einhver fjórðungs kaupmáttaraukning. Við komumst upp úr kreppunni, ferðamennir fara að koma, gengur okkur vel.
og þá var Ísland miklu dýrar, ætlum við að segja við höfum orðin verð sett við það. Þetta bara, ég segi eiginlega bara sko, hingað ekki lengra. Við þessi þjóðfélagi þurfum bara að stoppa þessa umræði. Það má alveg tala um það að, þú veist, ég gerir enga athugasemd við það að einhver sé að skoða afkomu fyrirtækja eða skoða, þú veist, eru þau einhverju samráði eða eitthvað, því að samkeppniseftirlitið skoða þetta bara í Guðs bænum, sko. Mér finnst alveg pínu pirrandi fyrir út í búð og maður má alltaf horfa inn í búðuna og þá er maður búin að eyða 5.000 kalli, sko. Þannig að, þú veist, bara endilega, en þessi samanburður milli landa, hann er alveg bara, hann er ekki að hjálpa okkur neitt í þessu. Því að það er alveg, þú veist, að nóg að taka, sérstaklega því að bara matvælamarkaðurinn er þess eðlis og þá ekki bara á Ísland, að þetta er svona tiltölulega svona fáir aðilar. Það meira sér ennþá minni í samkeppni í Finnlandi sem ég finnst mjög áhugavert að ég læri það bara í fyrradag. En þess þá mikilvægur að það sé gott aðhald, en þú veist, það verður þá byggjast á einhverjum málefnilegum grundvelli því þetta er ekki að hjálpa okkur neitt við það, get ég sagt ykkur. Nei, fólk er bara ósammála það sko á hvaða tungumál er verið að tala. Það er eins og þegar að ég fæ alltaf sama áfallið, það er eins og ég vennist þessu aldrei. Maður er að horfa á handboltann í sjónvarpinu og svo mætir maður landsliðsmanni. Og maður er búin að vera að segja við fólki kring og hann er allt og lítill þessi, það getur hann ræðir ekki við, svo sér maður þetta eru tröll, þannig að það er alltaf þetta hlutfast, allir 1,90 plus sem maður er búin að segja þessu litlir, og svo fer maður og segir og þá standa tveir og móti hver öðrum og þeir eru að nakkrífast, ég er að segja hann er bara allt og lítill, maðurinn er 1,90, veistu hvað, það er langt yfir meðalag, og þá er já, við erum, sko, það er sem að neita að heyra hvað hinn er að segja, að því að sko annað sjónarhorni þá hendar einhverjum ákveðnum málflutningi og hitt hendar hinum og þetta gerir náttúrulega umræðin óbúslega erfiða þegar það verður þannig að auðvitað vita allir eða ég veit það ekki ég vona að það skilja allir ég á rosalega erfitt með að skilja hvernig þetta kemst ekki í gegn og þetta er bara einhverjum vafa undirorpi af því að það sem er verið af því að sko ef við erum að segja herrið, við erum rosalega dýr það er ekkert að fara að breyta því nema bara alvöru gengishrun, sko. Já. Og við sem neytendur munum ekki verða betur sett við það, við vitum það alveg. En það er samt það sem það felur það í sér í staðan fyrir að setja þetta í samhengi við okkar verðlag og okkar tekjur. Þá sérðu hvernig við raunverulega stöndum. En ég get samt fengið rauðinsflösku á 350. Nei, þú svo kemur alltaf. Geðveikt. Ég hlakka líka til að ég er að fara til útlanda eftir rúma viku, ég bara hlakka mikið til. Þú ætlar að taka með þér íslenska kaupin? Já, ég ætla að taka með, reyndar er ég að fara til svona með dýrar í löndunum í Evrópu, það er aðeins skoðum hér. En það er satt það, Rík, þú kíkir á barinn á Íslandi, fussar og sveigjar yfir því að bjórinn sé á 1600 kall, en á sama tíma, og byrjar að tala um Evrópu í þeim skilninga þessi miklu ódýrar þar, en manneskjan sem réttiði bjórinn er kannski á 5-falt hærri taxta, lágmarkslaunin hérna eru bara ekki samingi við mörgkvælendi í ESPs. Og líka þú skoðar laun á Íslandi, sko, hvar eru þau sérstaklega sterkust? Það er sérstaklega í sko, svona þjónustustörfum og svona iðnumenn, svona breytt skilgreind iðnaðarstörfum, ósérhæðið þjónustustörf. Stjórnendur á Íslandi eru svona en einhver stærri milli, en sérfræðingur í Íslandi í alþjóðlegu samhengi, þeir eru aðeins eftir á, sko. Þannig að það eru einmitt sérstaklega í svona störfum sem launin eru hlutfallslega há hér, sko. Það eru almennt það, en sérstaklega þannig. Önnur hagsmunasamtök sem þú ert að stofna, Birkir? Já, einmitt, samtök sérfræðinga. Nei, þetta er algjörlega magnað, þú veist, að því að þetta er líka svo grátlegt að þú veist að þetta er alveg, eins og ég segi, þetta er alveg mikilvæg umræða, en það verður að vera nálgast hana frá einhverjum sjónarhól með þessu sem gagnast okkur ekki neitt. Ég er alveg til að skoða tolla og skoða, eins og til dæmis að skoða hvar við stöndum í mismunandi vöruflokkum, áfengi, mjög dýrt á Íslandi með hana, mjólk, kjöt, egg, frekar dýrt, en hins vegar í sjáara, fiskur, við bara stöndum mjög vel þar, rafmagn og hiti, það er djók hvað kostar lítið með hvað Íslandi er dýrt, og svo er bara, þú veist, ýmislegt þannig á milli, sko. Þannig að, þú veist, það finnst mér vera eitthvað gagn í, en eitthvað skoða, þú veist, og einhvern veginn raungengið og skoða verðlagi á þess að setja í samingi og ekki hverju aðfangakostnaðurinn, flutningskostnaðurinn, bara það að fyrirtæki, þú veist, hér, krónan og festi aldrei ná sama stærðarhægrið og lill sem er með verslanir
Þýskalandi og víðar í Evrópu, skilurðu. Þannig að, þú veist, allt þetta náttúrulega hlýtur að skipta máli líka. Já, ég held líka að þegar maður skoðar arðsemin hjá þessum félögum, sko, þá áttar maður að sjá því að það engin ofurhagnaður þarna, þetta ykkur örfá prósent, sko, þegar öllar botning fólk, sko. Sko, já, þau allavega, þau gengur vel að áveista svona með við fjárbindinguna þarna, en sko fyrir hverja krónu sem að fer í hagnaða tekjum, þá alveg, þú veist, þetta ykkur örfá prósent, sko, það getur náttúrulega augljóslega ekki verið að skýra það verðla í sig, eitthvað 50% hærra en að meðaltal í ESB. Það það að við erum ríkt land með hálaun og mikinn kaupmátt og með sterka krónu. En svo rakst ég var að skoða Facebook í dag og Pavel Bartosek, hann búin að benda mér á að ef við förum í ESB, þá lækkar allt 25-30%. Já, einmitt. Ég einmitt sá þetta líka og svona, bara þegar maður ofta að skoða ýmislegt í alls konar verkefnum og þá svona rak þetta óvart á fjörum mínar, það kannski kemur betur ljós í þar. En það var svolítið merkilegt að þetta einmitt aftur líka kannski kveikin eða maður svona pæli hinnu að þessi 25-30% eru drifin áfram að svona helming 2/3 af því að gengi sænsku krónunar og finnska marksins veiktist áður en löndin gengur í ESB. Það hljómar ótrúlega en þetta dagsatt. Já. Af því að það stendur að þetta breyting sem varð frá 1990 til 1999, gengi þessara gjaldmiðla það fjall í fjármálakreppunni sem var snemma á 10. áratugnum á Norðurlöndunum, bara eins og við þekkjum í fjármálakreppunni okkar, nefnum bara ekki eins mikið. Og það jafnaði sig ekki alveg svo seinna þegar að leiða áratuginn og það drífur þetta áfram, sko. Ef þú fer að skoða skoða þetta frá ýmsum hliðum, ég hugsaði, heyrðu, ok, hvernig var matvælaverð að þróast bara í samhengi við almenna verðbólgu? Þá ertu með tölur svona og rétt undir 10%. Já. Sem menna, þú veist, Já, ég ætla ekki að gera eitthvað lítið úr því, ég bara satt best að segja, hef ekki hugmynd hversu við ættum að vænta hér, af því ég bara þekki tollkerfið ekki jafn mikið, en allavega í þessu tilfelli, í þessum löndum, þá er ekki spurning að 10% mun nær því verið 25 eða kannski tæplega það. Já. Og svo finnst mér eiginlega sérstaklega merkilegt að vera að gera væntingur það við komin á matsölustað. Ég held að svona 1/3 af því sem borga fyrir að ferðin í ferð og kaupiði mat á veitingastað sé maturinn sjálfur. Já. Ef það, sko. Já, það er svona bara með að ásreikninga almennt er svo allur gangur á því, sko. Já. En það er svona kannski 20-40%. Þannig að það er náttúrulega þá ekki að fara að breyta öllu þar, en ég var alveg til í það, sko, út af fyrir sig. Ég verð líka að gefa þínu manni það, honum Pavel, sko. Já, hann líka starffræðingur að vita hvað hann tala. Já, hann það. En þú veist, að við erum að sjá HM og tala töluna þar og hvað er verið að verja miklum fjármunum í margar af þessum auglýsingum sem eru margar hverja býsna flottar. Það er líka hægt að fá mikið fyrir pundi. Ég held að, ég myndi alveg íhuga Pavel fyrir lúðurinn á næsta ári. Það er ekki búin að eyða krónu í þetta, það er allir að tala matarkostnaðinn hans Pavel, sko. Já, en bara fair play, sko, en ég hef ekki séð að vera að tala með þetta svona áður. Eftir að, þú veist, ég er ekki bara eitthvað ég sem hefur verið að benda á þetta, náttúrulega bara margir aðrir. Ég held að sé búin að átta sig á því að þetta, þú veist, er ekki þetta að hjálpa. Ég hef kannski einfaldur maður, en ég hugsa að þú ert með góða málstað, þá þólir hann alveg sannleikann, sko. Já. Og þú veist, jú, getur vel verið að matvæla verið lækki ef við fyrir mig inn í ESB, en það er ekki að byggja á þessu. Nei, Bíða, þú tókst það nú saman á þinni síðu með kjöttegundunar. Það er að hafa hækkað rosalega á 5 árum. Hrískonar pasta staði í stað. Viltu hvað útskýra okkur það er? Já, þetta var nú, sko, nú verði ég að viðurkenna það. Þarna tók ég einhvern tímann saman svona því ég satt og hugsaði, ekki rosalega er eitthvað lambakjötið orðið dýrt. Það var nú bara bókstaflega það að ég tímdi ekki að kaupa á grillið. Þannig að ég kíkti á einhverja nokkra flokka í matvöru og bara handa á skemmt, eða svona eftir því sem að mér fannst áhugavert. Og að því að það er nefnilega, sko, við höfum reynslu af því þegar við erum að ganga í kynnu verðbólgutíma og önnulönd líka, að við sko röðum með öðrum hætti í innkaupakerfuna. Og þetta er það sem er svo áhugavert við þetta. Þetta hefur engin bein áhrif strax á verðbólgu í landinu, vegna þess að samsetningin á því sem er verið að telja, hún breytist með svo miklu laggja, svo svakaleg seinkun á því að það breytist. Þess vegna var það til dæmis að eftir hrun þá var ennþá verið að mæla fullt af hlutum sem allir Íslendingar voru bara löngu hættir að kaupa. Enginn keypti sér af því að hér hafði orðið hrun. En hvað gerði félagi minn sem að býr í Ungverjalandi þegar bara orkuverðið var alveg hrikalegt, hann bara lokaði annarri hæðin í húsinu. Já. Það er bara þannig. Ég meina, fólk fer bara í kalda sturtu og það er bara lokað herbergjum og svoleiðislagað og það sem að ég hef stundum verið að hvetja fólk til þess að kíkja á
þegar það að fara í gegnum matvörubúðina. Ég meina, ástæðan fyrir að Costco að kíkja á streymilnir af því að þú bara sendur aftur inn og þú ert ekki búin að eða 50 skalli. Það er ekki hleypt úr. Það er bara að vera í lúpu. Já. Og en málið er að sko, þetta er bara áhugamál hjá mér, er hvernig fólk sjálft getur að einhverju leyti manipulera verðbólguna sem það býr í. Það hefur engin áhrif þá að verðtrygginguna sem það verður fyrir, kannski með verðtryggða lánin sitt. En þú getur kannski ákveðið að raða með öðrum hætti í innkaupakerfuna eða setja minna í hana. Getur gert það. Þannig að þú ert kannski búin að vera ferlega duglegur að setja, þú veist, lambalæri sneiðar alltaf á grillið, þú getur skiptið yfir í kjúklingalæri sem að er hlutfallslega búið að hækka miklu minna heldur en lambakjöti. Þú getur líka sko hliðrað ennþá meira og farið, þú veist, verið oftar með grænmeti eða baunir heldur en kjöt og svo framvegis. En þetta var svona aðalega til þess að vekja upp þetta. Svo var það þannig að ég menna það var pikkað upp, þetta var nú bara einhver Facebook-færsla sem ég sett út og grein á vefinn og svo var þetta bara pikkað upp að einhverju fjölmiðli þar sem þetta hafði bara verið fullkomlega mískilið og það var bara að skrifa heil grein um þetta þar sem að þegar ég var að sýna sko vægi í vísitölu neysluvers að þá hélt blaðamaðurinn að það var í hækkunin undanfarna 12 mánuði. Klassískt. Þannig að fréttin var mjög ólík því sem var kannski satt og rétt í þessu. En þú veist, það er áhugavert, þetta er allt saman hægt að nálgast, þetta er ekkert mál, allir þessi gögn eru allar undirvísitölur neysluverðs eru bara á vefnum hjá Hagstofunni og þetta skiptir máli, þetta skiptir alveg ofbúslega miklu máli. Svo líka hefur orðið alveg rosaleg framför á verðlagseftirliti ASI. Já. Þau eru komið síðu sem er sko bara, þú veist, ég held að allir greiningar aðalar séu nota hana til þess að spá fyrir matakörfuna sko. Já. Þau eru bara komið það ítaleg gögn, það sem er verið að trakka og þú veist, ég held að þetta sé mjög gott. Þetta er svona neytenda ráð og aðhald sem eru svona mínuskapi annað en að vera að horfa á röngingi. Meira af þessu. Já. Þú veist, þetta raunverulega held ég líka hafi áhrif á bara framleiðendunar og bara fyrirtækin og svo framvegis að fólk eru vakandi fyrir þessu. En þú hlýtur að skilja þarna, að þegar við slúta þessu, að þetta stuða einhverja 40% matvæla að vera ódýrar á Íslandi. Já, en það, þú veist, bara alveg, ég bara heyri það á skil, en ég held að, þú veist, og það var bara aldrei sagt, það var alltaf sagt í hlutfalli við ráðstöfunartekjur, og segja að það speklar kaupmátt. Ég held að þetta sé kannski einhverjum framsetning sem er óvanaleg, en kannski til þess að varpa ljósi á að það er búið, allavega síðan ég byrjaði að vera bara greinandi og búin að koma við ég er búin að klóra mig í kollinum yfir allar í þessari umræði meira en 10 ár sko. Mér finnst þetta alltaf fundist vera afsakið bara algjört rugl. Hvernig þetta er alltaf verið að setja þetta fram og hvernig verið að nálgast þetta þannig. Ég hef notað þessar tölur til þess að sjá bara hvernig eru okkar svona hlutfallslegu sterkleikar og veikleikar eins og ég var að nefna áðan og bara sjá er íslenska krónan og er hún of sterk eða veik. Það er það sem þetta hefur og það er bara gagnast ágætlega til að einhvern veginn áætla það en ekki neitt annað. Þannig að, jú, ég skil það alveg og ég held að þetta sé bara að því að þetta er, já, held ég að einhver leiti svona bara mýta sem setur svolítið í okkur að því að Ísland dýrt á hljótu einhvern veginn að hafa verra þegar að það er samt heilt yfir þannig að dýrlönd þau hafa það betra. Já. Heilt yfir, en þú veist, það er ekkert algilt og allt það. Já, þetta er líka góð punktur að þér Björn, fólk getur hagað sínum seglum eftir vindum í þessum verðbólgusjó. Það þarf ekki alltaf að taka kalda sturtu ef það nokkuð tíman á Íslandi þau ekki orku náttúrunar. Já, rétt. Og ef þú ert á leiðinni norður, já það var svo lítið, þá eru þessi stopp, það var að við gerði 10 tengi og algjört möst að stoppa að þeim Kitta og frú að fá sér íslenska kjötsúpu. Á meðan er bíllinn að hlaðast, á með tíma. Já, akkurat málið. Og svo þetta Origo, af því að þeir vita hvert tæknin stefnir. Þeir voru að kaupa eitthvað fyrirtæki síðustu ykkur sag. Já, það er nú ekki fréttir er eitthvað sem er nýtt að gerast. Það er auðvitað við það Origo sé að kaupa fyrirtæki. En íslenskt viðskiptalíf var mikið undir því að vera framalega og nýta sér tækni í heimi sem breytist hratt. Heldur betur. Þá viltu vera með sérfræði þekkingu og hana mikla. Ég þreytist ekki á að segja það, sko fyrir fyrirtæki sem eru kannski bara í einhverjum ákveðnum rekstri, einhverja mjólkurkýr. Þeir eru ekki að vera ráða gervigreindarfulltrúa. Þú segir ekki, heyrðu Maggi, þú sérna sem ert búin að vera, þú kannst smá í tölvum og eitthvað, þú ert yfir AI núna. Það virkar ekki þannig, sko. Þú fáið Origo bara í þetta. Já, rétt. En verðbólgan hefur verið pikkföst mánuðum saman og vextir í kjölfarið herri en flesti vildu. Strákar, sko, svo ég spyr ykkur bara hreint út hérna. Hvers vegna er verðbólgan pikkföst yfir markmið og hvað launaskrið stóran þátt í þessu? Byrjað þú?
Á ég að byrja? Vildu hvori grípa hennar bolta, eða kartafla? Þetta fer eftir í hvert þú spyrir. Ég held að ef þú spyrir til dæmis VFR að þá launaskrið bara engan þátt í þessu. Þá það alltaf bara viðbrögð við þessu. En ég meina auðvitað hefur það ofboðslega mikið að segja og svona fyrir leikmann eins og mig þegar maður að horfa á það hvað býr til viðvarandi verðbólgu miðað við önnur lönd að þá ekkert að líta framhjá því að hér hækka laun miklu meira heldur en alls staðar annars staðar alltaf. Miklu meira. Þannig að það auðvitað hefur að verulega mikið að segja. En ég held að það sé líka þegar maður að reyna að hlusta á hvernig fólk talar. Það eitt af því sem að svona svolítið áhugavert oft í kjölfar vaxtaákvarðana. Það ekki bara að lesa tilkynninguna frá peningastefnunefnd Seðlabankans. Það að hlusta á hvernig þau svara spurningum og hvernig tónnin og hvort að þau séu einhvern veginn bein í baki eða ekki. Og það sem hefur verið nokkuð augljós núna upp á síðkastið eru bara vonbrigði hjá þeim. Af því að þau hafa þetta, þau eru bara að vinna vinnuna sína. Þau eru einhver sem að fær bara falið að þjálfa eitthvað lið en það einhver annar sem að velur leikmenn og þau þurfa bara að þjálfa, þau þurfa að gera sitt besta og þau sitja í peningastefnunefnd og hafa það tól sem eru vextinir og eiga að beita því til þess að reyna að halda hérna aftur af verðbólgu og þau augljóslega virðast líta þannig á að þau séu svolítið eini í þeirri baráttu. Já. Og það ekkert sérstaklega góðar fréttir og mér finnst ég sjálfur voðalega lítið bjartsýnn á framtíðina í þessu. Ég til dæmis að hliðna á formanni BHM núna helgina á Rás 1 og þá var verið að ræða hérna svona daginn og veginn og hitt og þetta og hvalveiðar og allt mögulegt en líka þessar kjarasamningalóti sem eru framöndan og maður heyrir hvernig augljóslega talað í hennar hópi og þeirra hópi sem það sem bara akkurat andstæði með það sem þið voru að nefna hérna áðan var hann til dæmis arðsemi í matvæla hérna í sölu, smásölu og slíku að þetta bara þessi gróðaverðbólga sem að greinilega svolítið svona tísku orði núna. Það ekki rök á bak við það en þetta bara fyrirbæri sem að ég held að raun og veru varð miklu leyti bara til í fjölmiðlum árið 2021-2022 Þetta bara, þetta kenning sem við aldrei heist áður. Gróðaverðbólga. Já. Það verið að tala eins og ég ræddi aðeins við hana Kolbrúna í þættinum þetta þar sem að hún að segja að það sé eðlilegt að fólk sé reitt út af því að það upplifir eða heldur eða eitthvað virðist vera og var þá verið til þess að tala bensínverð og vísaði líka í það að það sé óeðlilegt að þegar það á að vera samtakamáttur í því að ná niður verðbólgu að þá séu fyrirtæki að skila hagnaði og jafnvel auknum hagnaði og það sem ég hef stundum hugsað þegar að þessi umræða kemur einmitt að ef við erum komin á þennan stað við erum að hugsa hvað gott og hvað slæmt bara hvað gott og hvað vont kannski, almennt, en líka hvað jákvætt og hvað neikvætt bara varðandi þróun efnahagsmála almennt. Ef það orðið þannig að það jákvætt að fyrirtækjum fara að ganga verr, að þá eru það rosalega sérkennilegi hvatar. Til dæmis í það væri þá, verið þá að hvetja til óhóflegra fjárfestinga. Já. Sem að myndi þá kannski bara draga úr hagnaði, á að draga úr hagræðingu. Lækka verð kannski? Já, lækka verulega verð, en ég minna það samt... Einfaldar bara að láta kostnaðinn fljúa og hafa svolítið gaman, Já, það svolítið það og mér finnst þetta vera, miðað við þá, ef að þetta umræðan í þessum hópi, þá skil ég það mjög vel að það sé bara verið að horfa á einhver og handvelja og segja bara, hér einhver sem að skila einhverjum blúsandi hagnaði, oft ekki einu sinni í hlutfalli, sem heldur bara í krónutölum. Og þá þarna komið eitthvað augljóst vandamál og þá það bara að fara á þangað og það bara að lækka vöruverið þar en ég held að það viti allir að þetta náttúrulega skila nákvæmlega engu nema einhverju neikvæðu þessi almenna orðræða ég að segja, kannski hjálpar ekki neitt en í staðinn fyrir að segja í staðinn fyrir þessi sömu aðilar kannski segi heyrðu, hér mikil umræði í gangi það að við þurfum að fara að ganga inn í Evrópusamband til þess að lækka hér vöruverð vegna þess að þá verið tollar lægri og við erum með virðisaukaskatt sem við verið að tala slíkt. Það ekki af hverju enginn að íta á það? Það rosalega lítil umræða finnst mér það að það auðvitað þetta eitthvað sem minnka tekjur ríkisins og það bara farið í niðurskurð á móti en hreinlega bara taka svolítið góðan slurk í því bara að gera allan kostnað miklu lægri. Og það sem svo sérkennilegt, margt af því sem hefur verið jákvætt og vel gert allavega svona í orði, þessari ríkisstjórn fer voðalega lítið fyrir og þau eru voðalega lítið að stæra sig að því, sem svona
allavega einhvers konar viðleitni í að létta á kröfum Mhm. svona víða, hinn og þessu og þetta eitthvað sem maður mun búa til svigrúm fyrir hagstæðara vöruverð, myndi maður halda kannski tekur bara smá tíma að koma fram Einmitt, langhlaup já, ég bara hugsa sko, af hverju verðbólgan svona mikil, af hverju við öðruvísi því ég alveg heyrt þessa orðræðu og heyrt frá Vaffer að þetta sé nú ekki launin og þetta margt í mörgu og þú veist, jú það ég ætla ekki að segja að það sé bara launahækkanir og sé aldrei einhvern veginn eitthvað sem að bara drífur fyrirtækin áfram í einhverju svona tómarúmi bara sem að keyri áfram verðbólgu þetta getur að vera þannig en það sem að enginn hefur hins vegar geta útskýrt og ég þóra fulleru mun ekki geta útskýrt ef berða okkur saman við önnurlönd hvað sérstætt við okkur? Er það að við séum við gráðug fyrirtæki? Nei, það gráðug fyrirtæki út allan heim það gráðug fólk út allan heim bara í fyrirtækjum og annar staðar það bara allstaðar eru þau eitthvað sérstaklega hömlulaus hér? Nei, menna, þú veist að bara við erum eitt jafnaðasta land í heimi og bara, þú veist, sjáðu bara gengi kaupallarinn síðasta áratug það er ekki falleg saga, sko þannig að, þú veist, hvað greinir okkur að? Og það bara, við erum bara með vinnumarkaðslöggjöf sem að verða bara, ekkert langt í hún verið 100 ára gömul, sko og þar eru völd í stéttarfélögum og við erum með stéttarfélag aðild sem bara út takti við allt annað og þú veist ég hef ekki, og það ekkert sem einhvern veginn lempar það því að, þú veist, það vald sem kemur þannig og þú veist það margt gott í því, sko ég alveg viss það og talandi að stæra sig að því, sko ég skil ekki af hverju stéttarfélög í Íslandi stæra sig ekki af því hvaða mikill öfnuðurina ótrúlegt, Ísland mjög jafnt land og þau bara geta að klappa sér vel á baki við það það hefur samt afleiðingar og þú borgar einhvern veginn fyrir það þegar þú ætlar að vera með 2,5% verðbólgu og þú ert með svona 1% framleiðnivöxt en þú hækkar laun alltaf meira en það sem að það þolir það segir sér sjálft þannig að þú veist þú veist, þetta á stóran þátt í þessu, ég held að sé rosalega mikil svona partur af undirliggjandi vandamálinu en kannski taki hinahliðin líka, þú veist, af hverju eru stéttarfélögin alltaf að fara aðeins lengra það náttúrulega líka það bara það tristir, við bara tristum því ekki að verðbólgan sé í lagi það bara eitthvað svona synchronization vandamál sem við höfum ekki náð að krakka alveg en fullt af löndum hafa náð, sko, með alls konar gjaldmiðla og við munum, og veistu, við erum náttúrulega allir að hugsa um ESB núna ef við myndum alltaf að taka upp evru þá myndum við þurfa að gera það algjörlega sjálf áður en við getum bara að láta okkur dreyma að taka upp evru þannig að það bara eitthvað sem við þurfum að gera og það, þú veist, vinnumarkaðurinn þarf að vera partur af því og þú veist já, ég held að líka því vorum að tala um Seðlabankanum legið rosalega hálsi fyrir að hann alltaf grimmur í vaxtatækinu ég held að svolítið undirliggjandi eða ég óttast að stundum, svolítið svona óundirliggjandi vandinn hjá Seðlabankanum að hann með of mikið langlund að geða gagnvart þessari verðbólgu bara maður rekjur bara til 2021 þegar þetta svona byrjaði þá voru bara vextir ennþá bara í einhverju 1-2% eða verðbólgan kom upp í 4% og innlend eftirspurn var að fara á fljúandi siglingu ferðinastan var bara alveg að koma að stað svo verðbólgan verið komin upp í 10% þá voru vextir ennþá bara í 4% og þú veist bara dundar þessu strax upp og þú veist kælið í fæðingu en svo einhvern veginn alltaf svona þagnað stundum aðeins og snemma slegið úr og í staðan fyrir bara, herði, við erum bara með eitt starf við erum bara að ná þessu niður, það verður sársaukafullt en þau munið þakka okkur þegar við erum búin að því ég svona, hef stundum velti fyrir mig hvort það hefði ekki þurft að vera meiri svona, tala dúfur og hauka í Seðlabankafræðinum, meiri haukar af því að, við sjáum niðurstöðuna að við erum búin að vera núna í halvan áratug vel yfir verðbólgumarkmiði það ekki eins og sé að ganga eitthvað rosalega vel þú veist, bara let's face it, sko þannig að, en að því sögðu ég öfundaði ekki neitt, sko þetta mjög klart fólk sem að gera sitt besta og í mikilvæg óvissu en ég held að allavega við þurfum að gera eitthvað öðru sem höfum verið að gera hingað til það alveg hreinu Já, klart mál mér langar bara hrósaði Björn þetta var líka spot on hjá þér sem hún nefndi með orðaðurina sem að mér finnst orðin hvimleið með að það má sko, það tabu að tala hagnað fyrirtækja eins og það sé eitthvað veikleikamerki eða slæmur hlutur sko. Það rosalega sérstætt maður til dæmis maður þegar ég stend einhvers stóra að halda námskeið hlutabréfaviðskipti eða fjárfestingar eða eitthvað slíkt og maður talar svona
hvernig fer verðmat fram og á hverju byggir gengi hlutabréfa, það fer bara byggir á væntingum getu þessa fyrirtækis til að skila arði í framtíðin og þá svona rekkur fólk við í stólnum arð, það ekki einhver glæpu bara ekki vont að skila arði það ekki, ertu þá ekki að stela einhvern og ræna einhvern þú þarf ekki að stoppa þig, setja einhvern skatt á þig Þetta keppast fyrirtæki við landinu. Þetta venjulegast og mest fundamental sem til í öllum fjárfestingaheimindum, það það að fyrirtæki á endanum verða að skila arði, annars ekkert point með þeim. En það virðist vera algjört, sko, fyrirtæki í landinu keppast líka við sérstaklega þessi skráðu að tala allt annað en arð og hagnað. Það bara samfélagsverkefni, hafa gengið þvílétt vel á árinu. Taka slatta af endurkaupum. Ég meina það sem að hafa reyndar ákveðna kosti svona umfram arðin, svona to be fair, en ég held að PR-hliðin allavega ekki að þvælast fyrir því, sko. Einmitt. Nei, ok, tökum við bara stýrivextir í dag. Hvernig sjáu þetta út árið 26 og jafnvel kannski inn í 27? Sko, mér finnst alveg svona, ég svona eiginlega verið komin á þessi kannski 50-50 að vera ein lítil hækkunni viðbót en svona miða við að það eru búin að vera ágætistekn lofti svona undirliggjandi, þetta hormúsdæmi að koma miklu skár út en nokkuð þorð að vona og bara almennt með stöðun og olíumarkaði, þannig að það að einhverju leiti frá allavega miklu skárra en við óttuðumst mögulega inn í vetur og þú veist, hagkerfið það bara það miklum hægagangi það eru ekki að koma launahækkanir núna til að ýta eitthvað stað þannig að maður svona sér eiginlega ekki annað heldur en hún muni svona eitthvað trappast niður svona í vetur en það getur náttúrulega alls konar gerst og ég sé ekkert fram á að við fáum einhverja alveg vaxtalækkanir fyrir kannski einhvern tímann svona fyrir hluta næsta árs en ég myndi alls ekki útiloka minna ef það gengur ákveðlega í haust og hagkerfið búið kólna við sjáum ennþá frekar teknum lofti en við sjáum í dag þá bara mun Seðlabankinn ekki hika við það að lækka vexti held ég sko bara jafnvel bara hækki á númuga pínlítið í ágúst og svo lækkunni í nóvember mér finnst það ekkert útiloka scenario og mér finnst það ekki til að líklegasta sko en við þurfum eitthvað að bíða enn og aftur yfir að fá alvöru vaxtalækkanir og vaxtastig sem mann svona horfir á að hugsa bara já, þetta alveg eitthvað svona sem ég alveg til í sko. Það eitthvað að bíða í það. Ég allavega merkti rosalega breytingu þegar við fengum húsnæðislánin niður fyrir 8% vexti. Þegar að vextir svona náðu lágmarki fyrir þessar hækkanir sem hafa verið núna að þá var svona allt önnur stemning einhvern veginn í fólki varandi viðhorf til lána í þessu 7 eitthvað og að því að við höfum verið svo lengi í þessum 9,5, 10 og eitthvað þar bil í overtryggulánum og verðbólgan hafði aldrei verið þægilega heldur á þessum tíma, hún var samt fyrir þannig að það kom aldrei þessi tími þar sem að fólk var alveg rólegt í verðtryggulánunum sínum þannig að fólk var þar eða hafði farið þangað kannski að illri nauðsyn, hafði haft góða reynslu á overtryggulánum í COVID þannig að ég held að það sé þannig að núna eru þetta verulega ásókn í fasta overtryggða vexti en það bara vegna hræðslu við áframhaldandi vaxtahækkanir og vegna þess hvað verðbólgan er há. Ekki líka bara til þess að fólk ráði við greiðslubyrðina? Það eru með aðeins lægri vexti það? Það aðeins lægri, já. En það samt svolítið áhugavert hvað eru rosalega margir að fara þangað en ekki yfir í verðtryggt. Það samt verið munur á greiðslubyrði en fólk fer í föstu... Það vaxtadómur búin að breyta því aðeins líka. Björn, ert þú að segja fólki að fara, ég veit að mjög persónubundi en þegar fólk spyrja á að ég fari verðtryggt eða óverðtryggt? Já, það rosalega persónubundi. Sko, ég hugsa húsnæðislán út frá því að þú ætlar að ná að greiða niður þetta lán. Þannig ef þú ert að fara í verðtryggt lán sem langt með jötum greiðslum að þá ertu bara að taka lán í hverjum einasta mánu og þú ert í rauninni að tróða einhvern marvað að þú ert í ekki bara svo að borga leigu eða þú veist, auðvitað veit ég sko. sem er stór hættulegu talsmáti, ég heyri það mjög oft sko. Fólk að segja, já, þetta allt í lagi, ég bara búin að fullkomlega gefast upp á mínum fjármálum og ég ætla að líta á húsnæðislánum mitt sem leigu og svo endar þetta í því að þú ert búin að tvöfalda greiðslubyrðina inn á 10 árum og vegna þess að það ekkert var að fara í langt verðtryggt jafngreiðslulán. Það verður byrði á þér næstu áratugina. Það sem þú þarft að gera að þú þarft, ef þú getur annarkvort að taka þá mjög stutt verðtryggt lán eða þá að taka bara overtryggt lán sem að helst svona tiltölulega stutt þar sem að þú getur verið að henda inn á þegar að fyrir að ganga betur. Því það sem gerist, ef við erum að hugsa svona bara sko í kollinum á okkur, hvernig okkur líður þegar að árin líða, þá er þannig að það sem verðtryggða láni gerir, verðtryggða jafngreiðslulánið sem svo margir hafa tekið, að greiðslubyrðin
verður svona tiltölulega sambærileg bara í hlutfalli við þinn kaupmátt. Vegna þess að þyngist nokkurn veginn bara í takt við verðbólguna eins og launin þín, svona sirka. Þannig að það verður jafn fyrirferðað mikið í heimilisfjármálunum allan þennan tíma, alla þessa áratugi. Þegar þú ert með óverðtryggða lánið, að þá ertu að halda sömu greiðslubyrði eða þú ert að lækka hana, fyrir þú ert með jafnar greiðslur og jafnar afborganir. Þannig að segjum þú sett með jafn greiðslulán, óverðtryggt, þá verður það þannig að þegar þú fær launahækkun, að þá minnkar greiðslubyrðin sem hlutfall af þínum tekjum, sem þýðir að þá kemur þarna einhver geta til þess að fara hendin á lánið. Og það það kraftmesta sem ég sé í venjulegum heimilisfjármálum einstaklinga, það þegar þeir eru komnir á þennan stað eru farnir að hendin á lánið sitt eða stytta það. Þá ertu ekki lengur farin í ævilangt skuldafangilsi eða minnstakosti jafnlengi þú ert á vinnumarkaði, heldur ert að fara að geta komið þér á þannig stað að þú ert að byggja upp verulegt eigið fé til að geta stækka við þig eða eitthvað slíkt, eða þá að þú getur hreinlega gert þig skuldlausan tiltölulega ungur. Og ert að fá geggjað ávöxtun. Rosalega. Heyrðu, þú ert að fá, þetta eru himinháu vextir, þetta áhættulaust, sem ekkert annað heyrðu, svo nú eitt, það engin 22% fjármagnstekjuskattur af þessu, þetta skattfrjálst. Þannig að ég er mjög mikill talsmaður þess að sko sama í rauninni hvaða nákvæmlega leið fólk að fara, þá þurfa maður svolítið svona að pína sig að borga helst hrikalega mikið að því, eða eins mikið inn á það og hægt mögulega, til þess að við getum svona farið að eiga það, að það sé einhver svona, sé ekkert allt og langt í að við náum að klára það er rosa kraftur sem fylgir því. Svo freistandi að fara bara til tenni og sleppa að leggja hann láni. Já, og það auðvitað það sem að verður sko, las bandaríska rannsókn sem var gerð fyrir ekkert óskaplega löngu síðan, þar sem verið að fylgja eftir fólki sem að tók sko lengra lánin ella til þess að hafa smá svigrúm en ætlar að greiða inn á það í hverju mánuði. Okay. Þetta heyri ég mjög gott á Íslandi. Nei, þetta er allt í lagi, ég er með hérna. Ég bara tók aðeins lengra, ég er með jafnagreiðslur, ég er með verðtryggt lán, þetta er allt í lagi af því að við ætlum að vera bara rosalega duglega að leggja inn á það. Í þessari bandarísku rannsókn þá voru þetta vel innan við 20% sem gera það. Af þeim sem segjast ætla að gera. Af því að það er bara partur held ég af lífi allra að það er alveg nóg sem við höfum að gera við peninga. Og þetta er bara ekki sexy fjárfesting. Þetta er líka bara vandamál alls við ætlum að vera að fara í ræktina, við ætlum að þetta er bara sama. Við ætlum að fara fyrir sóvar, svo bara maður kom með svona þetta er bara, þú veist, þetta er bara eilíðar vandamáli sko, heilin okkar í dag, hann er ekkert rosalega mikið að hugsa með heilan sinn einhvern veginn framtíðinni. Þess að galdurinn sá að stytta bara alltaf lánstíman. Ég er alveg sammála þessu. Eitt núans inn í þetta sem ég er samt ágætt allavega að hafa í huga, af því að sko, svona almennt held ég sé alveg mikið til í þessu, en stundum hefur það komið fyrir að verðlagningin sko á vextinu og verðtryggðu og óverðtryggðu munur, af því að sko munurinn á þeim á að vera svona einhver líkleg verðbólgu þróun. Eðlilega. En við höfum verið í stöðu eins og í COVID þar sem að þetta var munurinn þannig að var 2% sem sagði það að ef verðbólgan verður yfir 2% þá ertu golden með óverðtryggðalánið. Undir þá ertu að tapa, en þú veist, hún er aldrei fyrir mikið undir í bara óverðtryggt var no-brainer. Svo komið hinsegin tímambilum eins og það var á það sem að til dæmis lán sem að lífeyrissjóðir eru að bjóða, sem að lífeyrissjóðir voru að bjóða verðtryggð lán á bara kjörum sem voru bara miklu lægri þegar verðtryggðu vextinu voru að hækka, miklu lægri en ríki var að fjármagna sig á, sko. Þá náttúrulega bara, þú veist, og þú kannst festa lengi, þú veist, það er svolítið deal of a lifetime, sko. Þannig ég myndi, ég held að það sé gott að hafa þetta í huga, en svona kannski, þú veist, skoða aðeins sviðið samt alltaf líka, sko, af því að það geta verið, þessi markaðar er stundum alveg stórfurðulegur. En í því tilfelli þá tekur á því áhættu þátt sem er ekki til staðar hinum megin, sem að er bara Keflavíkurflugvöllur lokar, krónarhrynur, gefur verðbólgu skot og þú ert 100% berskjaldaður. Og það er rosalega góð tilfinning. Þetta er bara eins og ástæða af hverju tryggir fólk sig. En til þess að outsourca sko áhættunni yfir á einhvern annan. Og ég ætla ekki að taka áhættuna af verðbólgu skotið en ég outsourca henni yfir á óverðtryggða. Það er svona spurning, já, en þá er þetta ídæði svolítið á undan þér, sko, en svo ef vextir myndi hækka, þá myndi taka svolítið harkalega kassan. Já, sérstaklega núna, eftir vaxtadóminn, þar sem að þeir verða að hækka. Ég held samt að svona heilt yfir þá væri rosalega gott og ég vona það vonandi þegar en ekki ef við náum verðbólgunni niður eitthvað eðlilegt og vaxtastiginu niður í svona einhver eðlileg 4-5% eða hvað er. Og þá verði tækifæri notað til að segja bara verðtryggingin, bara takk fyrir þig. Bara, þú veist, við geymum þig bara á þjóðminjasafninu. Ég held að það væri fínt.
Ég er ekki endilega að segja banna hana almennt, en útbreiðsla hennar, hvað hann mikil, ég held að þetta sé ekki gott. Já. Ríkisstjórnin ætlaði nú ánæma vægi Þau eru búin að gefa út og það er bara gott að þau ætla að fara í svona einhver skref til þess að vinna einhvern veginn á mótinu. Ég held sér bara mörg tækifæri, þú veist, sem að til þess, sko. Þau geta gert Svo er þetta náttúrulega líka, þú veist, þetta er svolítið, þú veist, þetta er tvíþætt, þú veist, þetta með verðtryggingu og lána, sko. Ég held að, þú veist, það er bara eitthvað sem að, ég held að, þú veist, myndi náttúrulega gerast sjálfkrafi að við værum bara með verðbólgunni í lagi, en ég held að vera fínt að nýta tækifæri til þess að reyna að fasa hann eitthvað út og hún komið þá ekki aftur þegar verðbólgan fer aftur á flug til þess að styrkja peningstefnuna. En svo náttúrulega líka þessi verðtrygging allstar í öllum samningum var rosalega gott að losna hana. Ég er nú ekki mjög hrifinn að fara einhverja mikil inngrip til að stöða það almennt séð í frjálsum samningum, en ég held að vera rosalega holdt og gott fyrir verðbólguna að minnka það, en þá náttúrulega þarf þetta svona traust á því að við séum í litla verðbólgu að vera til staðar. Það er forsenda fyrir því að við séum ekki með það. Þannig að þetta er bara svona eitthvað synchronization vandamál sem okkur hefur ekki tekist að leysa ennþá. En meina, enginn getur leysta fyrir okkur nema við sjálf, sko. Vitið hvernig hlutfalli hjá fyrstu kaupendum? Verðtryggt óverðtryggt? Verðtryggt óverðtryggt. Hjá fyrstu kaupendum? Ekki skoða lengi, sko. Ég haldi að bara langflesti væru í verðtryggðu til að komast inn, sko, í dag. Þeir náttúrulega hafa, ég átta mikið á því, þeir hafa náttúrulega svona sérstakann díl í að þeir mega hafa meira sigurum í verðtryggðu, ekki satt? Jú. En hins vegar náttúrulega hafa óverðtryggð verið svolítið í sók, sérstaklega á föstum vöxtum í svona hálft ár, en ég átta mikið á því hvar fyrstu kaupendur lenda þar, sko. Og þeir eru ekki, sko 90% lán eru til dæmis ekkert algeng. Nei. Í þetta fyrstu kaupendur eru ekki að fullnýta þessa lagalögu heimild til þess að taka lánin. En sko lánastappin almennt, hann er tölvöld stærri verðtryggður en óverðtryggður núna, en af nýjum lánum núna svona síðustu mánuði þá hafa óverðtryggð verið að segja mjög í sig veði. Kannski eitt af því við erum að veita ráðgjöf við hvernig fólk er að skoða hvort það sé hægt að endurfjármagna eða ekki. Jú, alltaf að gera það. Ég held að fólk sem er alltaf lojal húsnæðislánu sínu, það er algjörlega. Það er bara svona að gera það svona síðast að 3 ári allavega. Sko mér líður þess að lánu mitt sé bara eiginkona mín, sko. Ég bara þori ekki að... Ég hef verið þess heiðurs aðnjöndandi, ég fengi íbúðlán hjá öllum stóru viðskiptabönkunum og líka á lífeyrissjóði. Já, vel kært. Já, ég sá auglýsingu. Og ég er bara mjög stoltur af því. Þau voru frábæri. Ég sá að lífeyrissjóður Vestlandamanna var með auglýsingu, þar sem þau voru bara að segja, heyrðu, hérna, kíktu inn í lífeyrisskáttna hérna, eða kíktu inn á vefinn okkar. Tekaðu hvort það meiri ekki taka lán hjá okkur vegna þess að, og ert með réttindi hjá okkur af því að hérna, það eru mismunandi reglunar hjá lífeyrissjóðunum. Stundum er þetta þannig, þú þarft bara að hafa greitt í einhver tíman einhverja mánuði, einhver tíman til þess að vera með lántökur rétt hjá viðkomandi lífeyrissjóði. En það sem gerðist eftir vaxtadóminn, sem að mér finnst að hafa alltaf lítið verið talað er sko, þá spurningu, hvað er skýrslan frá Samkeppniseftirlitinu? Er að ef við tökum fjölda lána sem er í boði, bara fjölda. Við erum með, hér er lífeyrissjóður, hann er með 4 lán, hann er með verðtryggt, óverðtryggt og föstum og breytilegum. Þetta er svona helmingurinn sem var fyrir vaxtadóminn. Lífeyrissjóðunir eru meir og minna allir hættir að lána óverðtryggt lán. Meir og minna allir. Okay. Hættir að lána, það er miklu minna að vera sér að lána á breytilegum vöxtum. Landsbankinn er hættur að lána verðtryggt með fyrstu kaupendum. Það eru mjög miklar breytingar á úrvalinu. Takk fyrir þetta neytendasamtöl. Og þú hefði getað þú hefði sett 8, sko, því að svo eru jafnargreiðslur og fastar afborganir. Já, svo erum við jafnargreiðslur og jafnarafborganir. En þetta er búið að breyta þessu markaði alveg geysilega og ég held að það sé þetta ekki, það þýðir ekki beint að dómurinn sjálfur hafi verið slæmur eða eitthvað slíkt, en það er alveg klárlega slæmar afleiðingar af þessum dómi. Það kom ekkert út úr þessu, bara minna úrval. Nema það að fólk á þá eða neytandi ná að vera nokkuð viss það að næst er að Seðlabankinn hækkar vexti þá hækkar húsnæðislandið. Já, frábært. En hérna, ég held að sé líka bara ágætt líka með þennan markað hafi í huga, við vorum að tala um sko neytendaráð, þú veist, hvernig er hægt að, þú veist, raunverulega hvað getur hjálpa neytendum að borga minna? Já. Bara ef þú ert að taka íbúðalán, þú veist, ekki vera feimin að skoða alla möguleika, sko. Þú veist, það er einhvern veginn virðið svolítið ríkt í fólki að þurfa einhvern veginn að taka lán hjá sínum banka, sko. En þeir eru bara í mismunandi stöð á hverjum tíma og bara við erum svona mikið að sækja íbúðalánin og það breytist, þannig að þú veist, getur vel verið þinn banki sé bara bjóða frekar slappan díl, sko. Þú er alltaf metur að heilstætt, en bara, þú veist, fólk er bara að skoða þetta mjög vel og alls ekki vera feimið með það að fá lán einhvers staðar annars staðar en bankarnir sem að
þú varst með sparbögg hjá eða þú varst badd, sko. Ég get bara sagt þér það að ég ákvað að festa ekki óvertryggðum breytilegum vöxtum og ég bara ákvað að söffera með þessu láni. Já, þetta er alveg rétt hjá það er alveg söffering. En höfuðstóllinn stendur með. Já. Og þetta er annað, sko, auðvitað átti alltaf að vera með hjá Íslandssjóðum. Þetta er náttúrulega bara elstu sérfræðingarnir og búin lengi að og kunna þetta, en að giftast bankaræðinum er algjör óþörf í dag. Þú 3 mínútur að stofna til bankaræðskipta. Já, við erum með sjóðastýringu, það er annar mál líka, sko. Já, algjörlega. En þetta bara, það er að skoða allt fyrir sig, sko. Já. Og við erum rosalega flúið á Íslandi. Ég held að það séu fá lönd þar sem sem fólk er jafn mikið að díla við fleiri banka og færa sig á millin á Íslandi. Það er mjög jákvætt. En mér langar að spyrja, þegar þú sagðir, við erum náttúrulega að veita ráðgjöf hérna. Fjármálaráðgjöf, hvenær má veita og hvenær ekki? Nú ætla ég að spyrja að sérfræðinga. Já. Nei, ég minna nákvæmlega. Það sem er sko, það sem ég held að mjög margir hafi fundið fyrir á undanförnum, já, ég minna sjálfsögðu frá hrunnu, en líka bara eftir ákveðna breytingu sem var með gildistökulaði sem heitir MiFID II, sem er sem sagt þessi svona fjárfestingaverndar, eða lög sem að verja fjárfesta, almenna fjárfesti. Að þá hefur það orðið þannig að það er orðið í rauninni algjörlega ómögulegt að fá fjárfestingaráðgjöf í Íslandi, þú bara fær hann ekki. Já. Þú getur mögulega að fengja hana hjá banka með því að skrifa undir spurningalista, fara í gegnum slíkt og þá er það samt þannig að það er tiltölulega lítið einhverja alvöru ráðgjöf þar sem er verið að taka afstöðu til þinna mála. Þú þarft jafnvel að ganga ennþá lengra og fara í eignastýringar þjónustu eða eitthvað slíkt. Varðandi aðra hluti eins og lífeyrismál eða svona almennt bara svona financial coaching eða þannig að þá er það svona tiltölulega opið. En það er samt, og eins og hjá mér, að það sem að ég er alltaf hrifnastur af í rauninni bara að kenna fólki að gera þetta almennilega og sjá og geta tekið ákvarðanir sjálft. En ég hef meira að áhyggjur af því sem er að gerast í sko þessu almennt. Og ég fyrir einhverju síðan þá hélt ég erindi fyrir ráðgjafa í banka sem var einmitt þetta, var svona þjónustustig. Og ég var svolítið einmitt að deila þessu. Hvað er það sem fólk er að segja mér? Fólk sem er að kaupa hjá mér tíma, er að greiða fyrir það að koma til mín og tala sömu hluti þeir voru að tala við bankann sinni. Og ég er alltaf að heyra það að það er sagt, þau vildi ekkert segja mér. Og það var bara, það er eins og starfsmæður vissi ekki neitt eða vildi ekki segja neitt og það var bara verið að bíða eftir ég færi. Og ég veit auðvitað af hverju þetta er. Þetta er annars vegar vegna þess að það er ekki verið að gera þessa kröfu innan fyrirtækina. Þetta kemur ekki að ofan, það er ekki verið að ættast til þess að það sé betra þjónustustig, það er ekki, vegna þess að það er verið að þjónustustigið sem verið að auka er allt saman stafrænt, af því að það er ákvörðun sem er tekin í bönkunum, það er að flokka sko stafræna sjálfsafgreiðslu sem þjónustu, sem hún er kannski ekki beint eins og við myndum tala um þjónustu. En hitti það, og fólk er bara hrætt. Ég held það, raunverulega, að laun eru svo ströng og reglunar og kannski vilji til þess að kæra og svo framvegis, svo ríkur að fólk er hrætt við að segja eitthvað. Þannig að þú situr sem ráðgjafi í útibúi og það kemur einhver til þig með stærstu spurningu ævi sinnar. Ég er að skilja, ég var að missa mömmu mína, ég er að stofna fyrirtæki, ég er að fara að kaupa mér íbúð, ég er að fara að velja með viðbótarlífeyrissparnað og þú kemur bara tómum kóanum. Þetta er bara okkur sumarstarfsmann að fyrsta daginn. Nei, ekkert bara einu sinni. Þeir líður þannig. Já, þeir líður þannig. Og það er engir hagsmunir í húfið þeim megin. Vegna þess að það er enginn að skamma þig fyrir að veit ekki góða ráðgjöf. Eða það er allavega mín upplifun. Og það sem er minn draumur er að þetta verði tekið mjög alvarlega, að það verði bara breytt hvernig fólki er greitt í bönkunum og allt þetta og bara þegar færasta fólk sé í þessum persónulegu samskiptum við fólk og ég geti það bara að fara að snúa með einhver öðru. Ég alvöru tala. Já. Mér finnst það alveg hræðilegt. Já. Nei, að sko ef við kannski freymum þetta aðeins einstaklingar bara við og bara venjulegt fólk er í rauninni eins og við höfum alltaf verið. Við erum rosalega upptekinn. Það er í rauninni svona það sem einkennir okkur er að við erum bara rosalega busy. Og það eru mikla kröfu gerðar til okkar sem foreldra og bara úr öllu einhvern veginn og maður þarf að vera búin að horfa allast að þætti til að geta að tala við einhvern maður kemur í vinna og það er bara rosalega pressa varandi tíman okkar. Og við höfum ekki meiri hæfileika eða þekkingu eða færni í fjármálaheimi sem er orðið miklu flóknar en það var. Hann er miklu flóknar, miklu. Það er miklu auðveldara að koma sér í vandræði.
það eru miklu fleiri lán, það er miklu auðveldra aðgengi að þessu, það meiri sem verið að stæra sig að því að það sé að taka bílalán á 5 mínútum, sem er hræðileg hugmynd, það er verið að auglýsa þetta. 90% bílalán. Já, skelfilegt, en þetta er allt orðið svo þægilegt og þetta er allt orðið svo normaliserað. Þannig að það er ekkert mál að koma sér í veruleg vandræði, valkostunum hefur fjölgað alveg ofboðslega, þetta er allt miklu flóknara. Og þarna stendur bara einstaklingurinn í bölvuðum vandræðum. Hann veit ekkert meira en áður, en það er allt orðið flóknara. Allar ákvarðanir sem við verðum að biðja að taka eru erfiðar en áður. Og hvert leitar hann? Það var þannig. Þarna er bil á milli þess sem fólk þarf að vita til að geta tekið upplýst ákvörðun og þess sem er hægt að krefjast að því að það viti. Og hvernig höfum við fyllt upp í þetta? Við höfum fyllt upp í þetta með því að neyðast til að fara í bankan, til að taka út gjaldir eða til þess að borga reikninga eða eitthvað slíkt og þá hittum við einhvern sem bent okkur á eitthvað. Það er ekki til lengur. Það er farið. Ef við ætlum að fara í bankan, búið stytta opnatíma, við komumst ekki eftir vinnu, ef við tökum okkur frí til þess að geta farið í bankan á vinnutíma, þá vil enginn segja okkur neitt. Þetta er ekki lagi, sko. Þetta er ekki lagi að Íslendingar séu að taka húsnæðislán, stofna fyrirtæki, fjárfesta sínum peningum og allt þetta, taka sér risastóra ákvarðanir og séu í verri stöðu til þess að taka þær ákvarðanir en áður. Það er bara verulegt vandamál. Kaldan örlagan er líka að þetta er allt saman einhvern veginn gert til þess að venda neytendur, sko. Venda neytendur og þeir einhvern veginn fá þá enga þjónustu. Það er svona víti til varnar held ég oft þegar þetta hugsa sko, þegar þú ert að hjálpa fólki og sendum að þvælast fyrir því, sko. Sendum best að hjálpa fólkinni því að þvælast ekki fyrir, sko. Þá maður skilja alveg hvaðan þetta kemur, en ég er alveg sammála, ég hef náttúrulega unnið í banka og séð þetta frá mörgum hliðum og svo er svolítið bara fyndið, sko, því að þú veist, það er ótrúlegasta fólk sem bara hefur samband við mig, bara kannski sem var með í bekk í, þú veist, hálft ár í menntaskóla eitthvað, skilur vann með í mánuð, bara hefur samband af því að það bara, hvernig íbúðarlán á ég taka? Eðlilega. En þú veist, langar þig eitthvað rosalega til þess að spyrja mig út í það? Ég efast það, en ég viss að þetta sé að einhver leiti af sama meiði, að fólk bara það fær ekki þessari upplýsingu, þú veist, ég veiti þetta alveg glaður, það er sjálfur sér ekkert vandamál að taka eitthvað 5 mínútna spjall með eitthvað sem þú ekki hitt lengi, það er bara gaman, sko. En þetta er samt ekki alveg eðlilegt ástand og eins og sérstaklega með þessa MiFID-löggjöf, sko, niðurstöðan að því var að það hættu til bankanir að gera hlutabréfa greiningar, sko, sjálfur. Að bara, þú veist, í staðan fyrir inn þess ramma, það var bara hætt og það eru svona hybrid greiningar sem bara einhver svona algjör luxuskunnahópur fær en þú veist geggja fyrir alls konar einhverja bara út í bæ til að greiningafyrirtæki eins og sem að ég vinn mikið fyrir sem að IFS reitun sem að bara geta verið þá að selja áfram, sko, en meina er það eitthvað endilega betra? Ég er ekki að segja þessi verra, en þú veist hvað vandamál að vera að leysa þarna? Ekki neitt, sko. En þetta er brilljant punktur hjá þeim báðum og sérstaklega Birni að, þú veist, eins og þetta er stærsta ákvörðun sem þetta fólk mun taka á lífsleiðinni og það er bara að farið í appið og græja þetta. Já, mér finnst það ekki eðlilegt, sko, og ég er engin talsmaður þess að það þurfi að vera að byrgja einhvern veginn fyrir. Þegar ég er að tala með þessi hræðilegt að taka 90% bílalán á 5 mínútum, það er ekki að segja að það er að banna það. En það þarf einhvern fullorðin til þess að segja eitthvað við þig, sko. Og þess vegna er það svolítið svoleiðis að ég myndi vilja að auðvitað bara einstaklingurinn hefði það alltaf að segja reglu. Ég er ekki að fara að gera neitt svona nema ég mæti á staðinn. Í alvöru talað. Ég segi þetta sama við fólk sem er að fara á eftirlaun. Þú ert að fara einu svona á ævinni að sækja lífeyri og einu svona á ævinni kannski í tryggingastofnun. Mættu á staðinn og talaðu við manneskju og lagðu spilin á borðið og sagði sér þú eitthvað athugavert við þetta, er eitthvað sem ég er að missa af hérna. En það er alltaf verið að skopla fólk inn á netið. Herru, þú ert að bara taka út hérna, veitu hvað meðaltals lífeyririnn er hjá fólki núna? Fólk sem er að fara á eftirlaun í Íslandi í dag. Ég þori ekki að gíska. Nei, það þori ekki heldur. Konráð, þú hagfræðingur gíska. Já, ég á að veit 300. Þetta er svona cirka 100 milljónir tótal. Sem tekur út áður en út dyrst. 100 milljónir. Áttu bara... Já, tótal. Já, okay, ég var hugsa bara eitthvað mánuði. Okay. Já, 100 milljónir á mánuði. Þessin er matakarðar svona til. Ég var að tala um mismunandi tíma spann, sko. Svo það liggi fyrir alveg. Þetta er matakarðar. Áttu í alveg að vera í símanuðinum og eitthvað, hvað er eftir passvoti hérna með rafrænu skilríkjunum og bara á ég íta hérna eða og taka 100 milljónir. Áttu í alvörunni, finnst einhvernum þetta eðlilegt? Mér finnst það ekki. Ég held að það sem þurfi fyrst að gerast er að það þurfi að vera einhver svona vitundavakning. Það þarf að verða svona, og ég held hún sé að fara að vera á hinn og þessu.
Ég held að við séum að fara átt okkur á því að eitt það heimskulegsta sem við gerðum að banna fólki að borga með reiðufé í strætó. Það er fólk algjörlega fullkomlega búið að tapa glórunni. Þá meir ekki borga með reiðufé í strætó. Ætlum við það bara algjörlega að hætta að nota reiðufé. Sem eina leiðin sem fólk hefur haft til þess að reyna að fara í fjárhagslegt átaki eða hafa einhverjar hömlur á neyslunni sinni. Þjálfun fyrir börn? Algjörlega. Ég minna, þetta algjörlega fáránlegt. Og þetta ósammála við erum hendar reiðufé. Já, og þessi bylgja sem ég skil alveg vegna þess að tæknilegu framfaranar í fjármálageiranum hafi verið æðislegar. Þetta í rauninni alveg magna hvað við erum komið langt á stuttum tíma þegar við vorum með einhverja áratugi. Það sem eina sem gerðist var hraðbankinn, og allt í einu er bara hægt að gera hvað sem er. En það er ekki þjónusta. Þetta er ekki þjónusta. Þetta er þægileg sjálfsafgreiðsla, en þetta er ekki þjónusta. Og ef einhver banki á Íslandi, og ég bara grátbið einhvern að líta á þetta sem tækifæri, vill fara að keppa í þjónustu. Þeir eru ekki hræddir þeir eru allir að elta hver annan, allir að gera nákvæmlega sama. Það hver einasti banki núna kom með nákvæmlega sama vildarkerfið og þeir bygguðu allir til bara á sömu 2 vikunum. Þetta er alltaf nákvæmlega sama. Þeir eru allir að elta hvern annan. En það er enginn sem segir getur hugsanlega mögulega verið að þessi einhver sóknartækifæri í því að það sé að hitta mannesku. Sem er klók. Svo líka er þetta svo miklir vaxtavirkir augljóslega og þetta er ekki bara í bankakerfinu minna. Ég bara, þú veist, að tala við, þú veist, eitthvað spjallmenni eða bara verið að ná saman. Sá það varst að tala Icelandair. Sá farsi ég ætla ekki að rekja það hér. Ertu ennþá í því samtalið? Sko, ég held að það sé búið en það tölvan sagði nei. Og þú veist, og það er svo fáránlegt og það er svo, þú veist, þetta er raun og veru smá mál, en þá hugsa maður, af hverju get ég ekki bara græja þetta? En það er bara eitthvað, þú veist. En þetta var svolítið svona eins og bara þetta var svolítið eins og einhver skett, Þetta var bara scratching the surface. Og þú veist, og þetta er svolítið bara, af hverju eru fyrirtæki að gera þetta? Er það ekki til þess að einfalda sér fyrst og fremst lífið? Og svona, þú veita betri þjónustu. Ég var ekki að, þú veist, ég var bara að láta Icelandair henda dýrmætum tíma þjónustustarfsfólk bara í ruslið af því að það var einhvern veginn enginn sem gæti svarað og það var rofna samband og það átti að koma tölvupóstur, hún kom ekki og ég hringdi aftur og svo kom aftur tölvupóstur og svaraði, þú veist. Já. Þetta er einhvern veginn að þetta á að vera svo sjálfvært og æðislegt og svo bara einhvern veginn. Þegar maður lendir þessu. Ekki, þú veist, ég er ekkert eitthvað að dissa Icelandair, Þetta er bara, þú veist, guð minn góður, þau eru örugglega með, þú veist, ég hef notað tjatti þar, það hefur virkað, Það er ekki allstað þannig, Þannig ég er alltaf að gefa þeim það. En ég held að sé einhverju leiti bara við þessi tækni er bara ennþá að þróa svo mikið og við erum ennþá bara að reyna að fóta okkur í því að finna þetta er kannski líka einhvern leiti pendullin er ennþá að sveiflast í þessa átt þá hann eftir að ganga eitthvað pínu tilbaka. Við þurfum að halda vel á spöðum við þetta. Ég á hellinga umræðulegum sem ég langar að ræða við ykkur. Það er óþolandi að lenda milli báts og bryggja þarna. Það myndi mér reynda daldi á þegar Jón Sigurðsson kom til okkar og spurði hvað mjólklíturinn kostaði Konur var með 100 milljónir á mánuði, hann heldur 600.000. Hann er í sínu fílabristurni. Mínu fílabristurni. Það er ekki allir með 100 milljónir á mánuði. Nei. 559.000. Strákar, Ísland og ESB. Við þurfum að krefja þetta, það er nú tími núna og áður við gerum það þá er það payday. Heildsalaust fyrir ekstraðaðila sem vilja sterka fjármálastjórnun og tryggja skýra yfirsýn, skilvirkar leið til að færa bókhald, snjallar leið til að senda reikninga og þetta var, það er nú bara tilvíðun sem að ræður þessu, en af því við erum að tala um persónulega þjónustu, þá svara þeir með þjónustufullra, það eru bara þeir sem er í vinnunni, bara milli verka, bara fórhjóta og vesenast, svo bara, ég er hérna í vandræði með að senda reikning, hvernig er best að gera? Þá er bara Bjössi í payday sjálfu mættur. Fórstjórinn. Á nullinu. Þetta er magna. Ég get votta fyrir þetta. Þetta er mjög ánægði viðskiptavinur þar. Þeir eru alveg með þetta á hreinu. Þeir eru ekkert með eitthvað botta. Þeir eru bara guðmundur. Það er bara nákvæmlega. Ég kann mjög falla til að sjá það. Já, þetta er ekki ekki. Og svo þetta Elko. Oppo Find X9 Ultra nýr snjallsími. Já, sælar. Og hann er á kynningaverði núna. Það er 239.996 krónur. Já, tökum því. Akkur 96 krónur af því að hver króna skiptir máli á Elko. Og þetta gildir út júlí. En það styttist óðfluga í þjóðaratkvæðagreiðsluna. Kóngin henni áfram Ísland og því sé aldrei til hag. Já, heldur betur og umræðunum ESB og Evri hefur sjaldan verið heitari eða meiri. Einhverjum velja að meina að sé upplýsingaóreiða í gangi á báða bói. Nú er enda gaman að þeirra hvað var það
verið að veita ungu viðristamönnum hann að velja fyrir að sporta gegn upplýsingar það var spæti mann að mæta sjálfu sér þar en byrjum á því, myndi innganga ESB raun lækka vexti hér á landi og gefa okkur stöðuri gjaldmiðli í evru, Konráð? Þú varst að droppa skýrslu. Já, sem búin að ég sé svolítið aðvanda sem að var nú farið að stað áður en áfram Ísland var til en endaði þar og bara gott og vel. Bara áfram Ísland sem málaði þarna yfir stjættina sem var með Nei, ég ætlaði ekki verið stuðningsmenn græn með það, ég skildist mér á biskunum. Nei, það var nú ekki alveg svo gott eða vont kannski frekar, ég veit það ekki en allavega, já, ég sem sagt gerði þessi skýrslu og þú veist ESB náttúrulega mjög flóki og margslungi fyrirbæri og ég svona reynt það einhvern veginn að meta svona fyrst og fremst út frá bara, þú veist, hvað það er fyrir svona það sem að ég, þú veist, þetta svið sem ég þekki og sko þegar við erum að taka ákvörðun það hvort við ætlum að fara þarna inn að þá náttúrulega þurfum við fyrst að horfa bara til framtíðar, bara hvernig teljum við að við getum nýtt tæki fyrir okkar best þarna inn eða ekki, allavega í því tilliti sko, þú veist, ég ætla ekki einu svona að fara út í sko eitthvað stjórnsýslulegu hliðina því að það er bara, þú veist, það er náttúrulega svona víkulið, afleiðingarna munu alltaf vera einhvern veginn efnahagslegar og þú veist, ESB-ríkin eru náttúrulega ólíkaður mörg en það sem að allavega þegar maður fór að skoða þetta sem kom ekki til óvart og þegar að bera bara saman bara hvernig eru lífskjör fólks kaupmáttur, hvernig þú veist, standa þeir sem eru höllustum fæti, hvernig atvinnustig hvar, þú veist, hvernig er staða ungs fólks og svo framvegis eiginlega heilt yfir erum við á toppnum, nála toppnum eða yfir meðaldali nánast í öllu þessu það er eiginlega bara eitt sem er svona alvöru vesen hjá okkur og það eru vextinir. Öðru leiti erum við í rosalega miklum toppmálum, það er svona heilt yfir staðan og svo náttúrulega er ýmislegt en svo ég hugsa sko, þú veist, ef fólk er að fara að taka ákvörðun þú veist, hvað ætlar að gera í ágúst þá hlýtur einhvern veginn að hugsa, þú veist, er þetta tækifæri fyrir okkur og þú veist, það er náttúrulega, ég ætla ekki að neita því að ef við færum inn í ESB og myndum alltaf fara að taka upp evru, þá myndi það þú veist, er það ein leið til þess að lækka vexti en það breytir ekki þeirri einföldu staðreind að við munum þurfa að gera það fyrst áður en við tökum upp evruna hvað sem er sko. Meina, Svíjar, Danir eða Normenn eru með sína krónur og þeim hefur tekist þetta og hvað gerðu þeir? Jú, þeir breyttu vinnumarkaðsmódelinu hjá sér. Veist, við getum bara gert þetta sjálf sko. Þannig að ég svolítið horfi, ef þú vilt fara inn í ESB ég myndi ekki endilega, þú veist, ég ætla að vona að það sé eitthvað sterkra og dýpra heldur en bara að það vilja fá evru og aðeinslægri vexti því að, þú veist, það er alltaf að taka það svo pælingu ennþá lengra áfram sko að ef vextir lækka þá mun bara eigna verið stór hækka og það mun bara vera ennþá erfiðar að komast inn á húsnæðismarkaðin allavega fyrir einhvern hóp og þú veist, og það mun kannski ekki passa með efnahagsstöðuna hér að því að við erum svolítið svona náttúrulega allt öðruvísi hagkerfi kannski en flest á meginlandu sem framvegist, þannig að það er, þú veist, hefur galla eins og annað og meina augljóst til dæmis á skýrslu fjármálaráðherra hérna evruna að sko ef að þetta væri þetta svona silver bullet sem við erum að segja þá með haldið að þessi skýrsla sem kemur úr þessu þú veist frá ráðherra í flokknu sem berjast fyrir málinu þá hefði hún verið eindregnari hún er alveg mörguleiti fín sko ég reyndar finnst alveg galið sem stendur þannig eins og bara hvað fullir að krónan sé bara alltaf sveiflugend sama hvað sko það er ekki alveg þannig en já, þetta er svolítið staðan og svo, já, að þetta snýst náttúrulega hvernig við horfum til framtíðar. Náttúrulega, sko, eitt sem að mér finnst vera stórt mál þar og við þurfum að hugsa, sko, er bara hvernig líklegt Evrópusambandið þróast og þessi ríki sem eru þar. Og þau virðast með við þessa dragískíslu og gera sig grein fyrir því að þau þurfa svolítið að gera sig í brók. Þau eru að lenda svolítið eftir á. Meina, þú veist, þetta eru heilt yfir ríkið þar sem eru bara mjög góð lífskjör, sko. Það er ekki það, en þau eru að dragast aftur og það bara eiginlega liggur fyrir. Og það, maður sér ekki ennþá, þú veist, að þau ætla að fara einhvern veginn að breyta því sem er bent á þar bara, ok, hvernig ætla að gera hlutina öðruvísi svo við náum aftur vopnum okkar. Mér finnst, ég spyr svolítið, þurfa að sanna það aðeins allavega fyrir mér. Svo er annað í þessu, við erum í sérflokki að kemur að því að tvennu sem varandi sko rísastóru áskorunni framtíðanar. Það er annars vegar hvernig ætlum við að borga fyrir þegar við förum sko babyboomerinn og alla kynslónu eftir sem að lifa lengur og eignast færri börn, hvernig ætlum við að borga fyrir það
Við erum með lífeyriskerfi sem eiginlega einstakt, það reyndar 2 önnur lönd í Evrópu sem svo heppin að hafa svipað, en eiginlega öll hinn bara með gegnumstreymiskerfi gegnum ríkissjóð og í raun og veru skuldbindningar varandi það sem margfeldi af landsframleiðslu, sko, bara ríkisskuldi hverfa í samanburði það. Við erum með þetta lífeyriskerfi og líka það að við erum bara, aldursdreifingin bara miklu hagfelldari í okkur. Þannig að það sem ég myndi svolítið óttast að þetta geti, við yrðum svolítið svona, kæmum þannig inn og værum svona einhvern veginn að byrðanur af þessu myndi lenda okkur með einum öðrum hætti. Því það að vera einhvern skattu settur okkur frá Brussel eða eitthvað, ég veit ekki hvort það verður til að þannig. En þetta samt eitthvað sem ég held að maður þurfa að hugsa út í og svo talandum sko hvar sönnunarbyrðin liggur. Það liggur alveg fyrir að okkur gengur vel. Við getum skoðað þessar skýrslu eða fleiri, Ísland bara ansi gott að búa hérna. Við höfum gott að mjög mörgu leiti þó að það sé ekki fullkomið og allt þetta. Mér finnst sönnunarbyrðin svolítið vera hvernig verður það betra við ESB frekar en að sína fram á sko að það getur ekki einhvern veginn orðið að sína fram, mér finnst það einhvern veginn bara svolítið vanta að bara vera að benda á eitthvað, matvælaverð lækkar svona, það þarf að vera aðeins meira samfærdi fyrst mér sko. Já, alltaf tala að vexti myndir lækkar í 2-3-4%. Já, það gleymist alltaf þetta samengi, ok, hvað gerist við vorum að tala vexti inn á það þegar þeir lækkuðu COVID, hvað gerist fyrir fasteignaverð? Eignaverð hækkaði. En það samt sama lógík að segja við þá ekki verið með kaupmátt, skilurðu? Ég kannski alveg sammála því, sko. Ég bara segja að vextir kaupmáttur bara að það getur fengið meira fyrir minna. Vextir hins vegar. En eitthvað slæmt að eignaverð hækki, menn 80-90% fólki með eignir, Nei, það þýðir bara að þú ert bara í raun og veru að endurdreifa einhverjum gæðum sem eru fyrir, sko. En hins vegar kaupmáttur hins vegar sem byggir raunverulegum verðmætasköpun, það er eitthvað áþreifanlegt og það eftir að fá eitthvað meira fyrir minna, en þegar eignaverð eitt og sér að breytast eða vextir að breytast, þá ertu bara að færa tekjustreymið til og frá í samfélaginu. Heilt yfir, sko. En þannig að það og alltaf mjög skrítin þessu umræða því að það er alltaf sagt sko, það er bara svona einhver sérhagsmuna öll sem vilja ekki fara inn í ESB og ok, en hvernig stendur þá því að við erum með mesta jöfnuðin og hverjir líka ef þú myndir fara að lækka vextina, fara inn í evru og lækka vexti, hverjir að fara að græða mest á því? Það er ekki þeir sem eiga mest af eignum. Þetta er allt, þetta er bara svona aðalega furðuleg umræða en já, svona heilt yfir stöndu vel getur ESB bætt eitthvað, já, kannski ég efast samt að það sé að fara að allavega eitthvað bæta efnahagsstöðu okkar svona til framtíðar ef maður horfir allavega frá þeim sjónarhóli. Já, en það er óhætt að segja já, ég fyrstu það ekki kikið pakka þannig maður komin út á hálan í sko óhætt, ég held að sé aldrei neitt óhætt, ég meina ef það væri óhætt þá, af hverju eru þá að kjósa, af hverju ekki bara farið á staði að það vera þar, þetta er ekkert mál af því að þau vilja vita hvort að þjóðin sé með þessu ekki já, en ef þetta er svona lítið mál, væri ekki bara farið á stað það var ekki síðast svo kemur með samningin og leggur hann fyrir sko þetta er náttúrulega heljarinnar prósess, þetta mun taka mikinn tíma og þessi umræði með aðlögun mér finnst þetta svo ofboðslega leiðilegt, þetta er svo ruglingslegt sko. Sammála. Eina sem ég veit að ég hef bara séð það á heimasíðunni hjá Evrópusambandinu, það stendur bókstaflega þessi aðlögunarviðræður. Þannig að það þarf alltaf að útskýra það eitthvað betur fyrir mér þó að maður heyrt að jú, það er þetta að fresta einhverju og við erum inn í ES nú þegar. Þannig að auðvitað mun, eitthvað breytast á meðan hvað sem er og svo náttúrulega líka, hugsa okkur bara þannig, ég ætla að flytja til einhvers lands. Ég fæ ekki einhverju undanþágu frá þeim lögum sem þar gilda sem einhverju nefnir. Ég er ekki að segja að þetta sé það sama, en þú ert að koma inn í eitthvað samband, þar sem allir eru búin að koma sér saman, einhvern málamiðlanir marga áratugi að svona höfu hlutina. Svo kemur einhver gestur og hann ætlar að fá hérna þetta og þetta, eða einhver nýr, hann ætlar að fá þetta og þetta. Það sem ég skil svo ómögulega við að það vera einhver undanþágur sem skipta einhverju máli er að af hverju ættu hinir að vera svona æstir að fá Íslandinn. Ég er alveg tilbúin að hlusta á rökin, ég hef ekki heyrt þau ennþá. Þannig að þetta er eitthvað sem og þá leiðir af sér, vitum cirka hvað þessi pakki er, hann er svona 100.000 blaðsíðna stór, eitthvað svo les. Hann bara liggur fyrir og menna, allt í lagi að fólk vill fara inn í hann og bara klára aðaldaviðræður og vita svona nákvæmlega hvernig landið liggur, en menna, svo bara erum við
svona í mínum huga fyrst og fremst að kjósum það hvort við viljum fara þannig inn eða ekki sko, því ég bara ég hef enga trú að við séum hvað sem að fara að fá einhverjar stórkostlegar undanþágur sem að breyti einhvern veginn því hvað þetta held ég miklu stærra skref með öllu því en einhverjar undanþágur bara með öllu því góða og slæma sem það felur í sér sko. Já. Björn, ert þú skráður í Áfram Ísland? Nei, ég það nú ekki. Ég hef bara einhvern veginn ákveðið að vera eins og hér, bara svona sitja í stúkunni og fylgjast með, sko. Og og rámkvalfa augum og kveikja svo bara sjónvarpinu og horfa á fótboltann. Fer maður ekki verið alltaf þreyttur á þessu umræðu? Ég held maður hafi bara ákveðna bandvít og ég er nú er ég bara komin í frí og ég er að reyna að fylgjast með HM og svo er ég að reyna að sinna vinnunni minni og ég er svo þakkláttur mönnum eins og Konráðu og öðrum sem eru að reyna eins og þeir geta hífið upp á einhver málefnilegt plan. Og það er það sem að sannarlega vantar vegna þess að við erum því miður bara mögulega að fara að missa þessa umræðu í það að þetta verði svona leiðinda gelt einhvern veginn sem er byggt á einhverjum ómálefnalegum og leiðilegum einhverjum skonar aukadriðum sem að mér finnst vera svo mikið synd að þetta er miklu stærra mál heldur en það. Þannig ég vona að þetta málefnalega nái enn frekar í gegn og að svona kaffihúsaspjalli verði meira byggt á því heldur en einmitt eins og myndböndunni hjá Pavel sem er út í hött. Já, ég held líka að það hjálpi, þú veist, niðurstöðinu sem kemur eftir hver sem hún verður, að það verði svona, ég held að vera aldrei almennilega sátt það, þetta er bara 50-50 sko, með kannanir eins og þetta er að fara í þessu viðræður en alveg áberandi slagslega á móti sko, að fara allavega inn sko, en þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég hef bara, þú veist, ekkert leyndamál allavega eftir daginn í dag sérstaklega, ég hef bara verið að vinna þú veist, þannig fyrir, þú veist, ég vann þessa greiningu fyrir meðan annars Áfram Ísland hef svona verið að vinna með þessu en ég nálgast þetta svolítið frá því að jú, ég ætla ekki að neita því, ég er ekki eitthvað æstur að fara inn í Evrópusambandi. Nei, ég heyri það alveg. En það sem ég er raunverulega allavega brenn fyrir er að sko umræðan þetta byggja á einhverju svona eðlum málefnilegum grundvelli og þú veist, fólk sé uppselt og upplýst og þá getur einhver sagt, já það er meiri slagsíða sko, líka slagsíða einhver og verið að segja eitthvað bull neymein og þú veist, það er eflaust rétt. En ég bara svona á mínu sviði, af því að fólk hefur takmarkað bandvít sko, ég hef ekkert sérhæft mig í öllu heiminum, þá finnst mér nokkuð áberandi að það sé í hver áttina það er og ég held að, svo maður sé sanngjarnt, þá kannski er það einhver leiti eðlilegt af því að það vita allir að við höfum það innst inni að við höfum það heilt yfir bara ansið gott á Íslandi og þú veist, þá er kannski ekki alveg, er svolítið erfitt að reyna að selja efnaðslega og þú veist, hvað gerir þú að reyna að selja eitthvað sem er erfitt að selja, þá þú veist, reynir að leita allra leiða, þannig að mögulega er það kannski eitthvað sem drífur áfram, ég veit það ekki, þetta er bara getgátur. En kannski halda jáminna að segja að hafa það enn betra? Já, minna, þú veist það, ég ætla að vona að haldi það, en það þarf alltaf að selja mér það betur. Og svo náttúrulega bara, þú veist, og svo líka bara, held ég að sé líka kannski ágætt að hafa í huga, sko, þú veist, ef það kemur nei núna, það sem ég skil ekki, þú veist, sem mér bara hljóma sem einhver hræðslu áraður, hvað ef við bara einhverjum aðstæði breytast og bara eftir ár, það bara, heyrðu, það er bara einhvern öll heimsmyndi búin að breytast og bara ESB búin að breytast eitthvað. Er eitthvað sem stoppar okkur að fara þá í aðalviðræður? Þú veist, þetta er ekkert svona, þetta er annarkvort að þetta er ekkert eitthvað af eða á bara fyrirsjáanlega framtíð. Ég er ekki barnalegur samt, ég ætla ekki að segja líklegt að þetta vera dagskrá, en ég held samt að ef að sko einhvern veginn forsendur í heiminum breyta sem ég finnst svona að vera, já, svona með einhverju sem ég hugsa bara, ok, það er rauk sem ég skil, ég held að það sé bara eitthvað sem við gætum þá bara bröðist við ef við sjáum að það gerast ef svo ber undir, það er ekki þannig að við erum ekki að loka inn, við erum bara ákveð að opna það ekki núna. En það eru þetta þessi hræðimann að segja með nei, ég myndi vinna með 51-52% sko, hvað er langt þangað til að þetta skilur við mig? Ég held að sama hvernig þetta fer, þá er þessi umræða ekki að fara á næstunni. Nei, þú veist, þetta, ég held að, ég þóra ekki að spá um þetta, eina sem ég vissum þetta verður fyrir tæft og það bara verður örugglega engin vandi ef aðstæður breytast og tróma þá upp aftur að fara af stað í þessa umræðu og berjast fyrir þessu, sko. Ég veit ekki hvað innviklaður í þetta hvað er það, mér er svo sniðt já til að sjá þegar voru ekkert að hugsa eitthvað rím, nei og svei Ég er ekki svo djúpt inn í einhverju svona markasetningu, sko, ég er bara svona gauð sem að hjálpa að greiða gögn fyrst og fremst, sko. Nei, en þú veist, mér finnst Áfram Ísland bara
fínt sko. Já, sammála, bara kjarnar þetta sko. Fíblalæti. Birgir, ég ætla að hleypa þér í hagvöxtin, útflutning og sterka krónu. Já, mér langar reyndar ef það er lægi þín vegna. Og það langar mig að spura Björn Berg aðeins út í lífeyrismál. Já. Af því að hann er náttúrulega king of lífeyrismál á Íslandi, sko. Já. Og það er skemmtilegi kaplinn. Já, og við eigum líka alveg marga... Hallar mér aftur með Aldurstrefingin okkar er nefnilega heldur skemmtileg. Það er gamli skólinn hlusta líka á okkur, sko. Og þeir eru samanlega náttúrulega glata að sé búið lokallum útibúum og svona, sko. Síðustu áramót þá fengum við heilan hrærigraut af breytingum í lífeyriskerfinu og svo sáum við þetta umdeilt frumvarp á Alþingi samþykkt að tengja bætur í vísitölu sem ég ætla að spyrja Konráð út í eftir. Við byrjum að spyrja þig, Björn, hvaða breytingar átt sér þarna staðum síðustu áramót? Sko, það er verið að sameina lífeyrissjóði, alveg hægri vinstri. Já. Það eru verulega mikla breytingar þar. Það er ekkert langt síðan við vorum með bara langlegina í 100 lífeyrissjóði og þeir eru núna 17, held ég, eða 16. Það var verið að sameina frjálsa lífeyrissjóðin og lífeyrissjóð bænda. Mitt sá það. Daginn og svo eru þau núna, það er hérna, fóru náttúrulega í, sko, svona í kaffi til þess að ræða hvort það eru farið á date upp á að byrja kannski saman, hérna Birta og lífeyrissjóð Vestlandamanna sem hefði getað orðið risastór sameining, en núna er verið að ræða mögulega sameiningu Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda og almenna lífsverks, sem að er náttúrulega sameinaði sjóður og almenna og lífsverki frá því síðustu áramót, var verið að sameina bara hvað maður er með í kollinum, þú veist, lífeyrissjóð Akureyrarbæjar og Brú, lífeyrissjóð Reykjavíkurborgar og Brú, og það er verið að fækka þeim og gera þá stærri og öflugri og burðugri, og það er bara í sjálfu sér jákvætt vegna þess að þessar breytingar sem verið að fara í, þær eru ekki að fækka valkostum og það er svona einna helst það sem að ef maður hefur einhverjar áhyggjur ef að lífeyrissjóðirnir verða of fáir eða of einsleitir, þá er þetta að sko í dag er þessi skemmtileg breytt en hún er samt bara í boði fyrir helming launþega. Það er bara helmingur vinnandi fólk sem má velja sér lífeyrissjóð en þeir sem mega velja, þeir geta farið alveg frá því að vera með allt sitt iðgjald, allar sínar greiðslur eingöngu í tryggingum, sem eru þá þessi samtrygging sem er ellilífeyrir, makalífeyrir, örorkulífeyrir, endurhæfingarlífeyrir, barnalífeyrir, alls konar bara virkilega flotta tryggingar í það að vera með því sem næst allt saman í séreignarsparnaði. Og það sem að hefur verið að gerast blessunarlega vegna þess að þetta er rosalega flókið kerfi, virkilega flókið kerfi, er að það hefur orðið mjög mikil vitundavakning þetta. Já. Og ég merki hana til dæmis á því að fyrir næst í 20 ár sinni ég byrjaði að halda fyrirlestrar lífeyrismál og lengsta var það þannig að það var bara mjög mikill og góður áhugi hjá svona 66 og eldri, getum við sagt. Bara fólk sem var bara alveg að fara að hætta og þeim sem voru töluvert eldri og bara mikil mæting hjá 70 eitthvað ára sem voru að hættir og bara svona almennir áhuga mennum lífeyrismál. Núna er það þannig langstæsti hópurinn er svona rétt kringum 60 og þetta er ekki bara einhver smá breyting, þetta er veruleg breyting og ungt fólk veit að lífeyrismál skipta máli vegna þess að þetta er orðið svona haldbært, það er að segja að það er verið að nota það í að kaupa sér fyrstu íbúð, það eru sölumenn að hringja og reyna að selja en tilgreinda séreign, það er svona, þetta er orðið miklu nær fólki en breytingarnar sem að eru að verða eru svona einna helst þessar að fjárhæðirnar eru hærri, fólk er að safna sér meiri réttindum en líka miklu meiri séreign. Og á sama tíma þetta hefur verið að gerast að fjárhæðirnar eru meiri að þá er kerfið að opnast og valkostinir sem fólki bjóðast bæði við það að velja hitt og þetta þegar verið að safna en ekki síst að kemur að því að sækja lífeyririnn eru bara allt aðrið en þeir voru og það var þannig að þetta var bara ákveðin uppskrift fólk tók bara síðasta vinnudaginn og kvaddi vinnufélagana og kom við bara á leiðinni heim ekstra ítt að taka hjá lífeyrissjóðnum og þá bara tóku lífeyrisgreiðslu við launum. Þetta er allt öðruvísi núna. Núna er það þannig að fólk er kannski að byrja á einhverju rétt upp úr 60 og svona púslis einhvern veginn saman, þannig að það hendi með tilliti til skatta, með tilliti til útgjalda heimilisins og jafnvel bótakerfana og þetta er allt orðið eitthvað svona risastórt púsluspil sem verður auðvitað flóknara eftir því sem valkostunum fjölgar, en þýðir í leiðinni að fólk getur stillt upp miklu betri lífeyri en áður. Og þetta er auðvitað geysilega mikil munur á okkur og flestum örulöndum en líka bara munur á okkur núna og okkur fyrir 20 árum að þegar fólk fór á eftirlaun hérna fyrir 20 árum þá urðu lífskjör þeirra bara verri það sem að gat bætt þau var að ná að henda börnunum sínum að heiman og vera búin að klára húsnæðislánin sitt
skilurðu, en það voru ekki mikla tekjur sem tóku við á launum, það voru geysilega launalækkanir sem fólk varð fyrir. Núna þetta þannig að fólk farið að láta sér hlakka til lífeyrisárunna. Fólk farið að stýra því hvernig það hættir að vinna. Það líka ótrúlega magna að fara skjóti inn í kaupmáttarvöxt magna að skoða síðustu svona 2-3 árin. Það bara allur kaupmáttarvöxtur stór hluti á hann það eru hækkun í bótakerfinu og svo bara fólk sem er að koma á lífeyri af því það hafa betri réttindi en þeir sem voru undan. Það bara komið 3 ári í röð þar sem fjármálaráðuneyti vanmetið miljarda hvað, þú veist, fólk væri með góð lífeyrisréttindi og þá var ofmetið eitthvað tryggingastofnun myndi þurfa að greiða út og þetta er að gerast rosalega hratt að núna byrja að koma kynslóðanir sem eru með alvöru réttindi. Bara með flottan lífeyri, fína fjárhagsstöðu svona almennt og verulega séreign. Og það sem ég er svo áhugasamur að sjá er að hvort það rætist sem að ég einhvern tíma lagði fram sem svona spá hvert þessi hópur, þessi aldurshópur 60 til 80 ára er að fara. Ég held að það verði þannig að við munum fara að taka miklu meira eftir þessu fólki. Ég held að það verði þannig eftir því sem að fjárhagurinn verði betri, þá verður auðveldara fyrir þetta fólk að taka áhættu eða segja upp vinnu sinni fara að gera eitthvað sjálft eða, sem ég líka farin að taka eftir, að vera svona sveigjanlegri í störfum sem að ég held að í sjálfu sé svolítið skemmtilegt vegna þess að við erum í dag með vinnumarkað sem að miklu leyti þannig að það bara verið að bíða eftir eldra fólki dettu út til þess að setja rýma fyrir svona þeim yngri og þegar við erum komið með hóp sem að hefur burði til þess að segja kannski 64-5 ára en ekki 67 ára þetta svona farið að verða gott af þessu ég nenni ekki lengur einhverju 100% vinnu en ég alveg til í að vera hérna í 50% starfi til 72 skilja, eitthvað svona og þá sérfræði þekkinga því að það sem ég heyru oft hjá þessu eldra fólki að það að hugsa að hætta að vinna ekki vegna þess að það að horfa á dagatalið heldur vegna þess að það bara finnur aðeins minni þrótt þetta bara ástæðan fyrir að fólk hættir í fótbolta í íþróttum það er bara ekki sami svona líkamlegi þróttur í fólki og áður og það er bara erfitt að vinna fullan vinnudag en hugsa ykkur hvað gott fyrir okkur að hafa þessa þekkingu alla og reynslu og þetta líka ákveðna leiti svona vinnuethik og samviskusemi og svona kannski lengur en áður en ekki í fullu capacity þannig að við erum að blanda saman nýju fólki sem er að koma inn í þetta og eldra fólkinu sem er lengur á leiðinni út og jafnvel líka þá í því að fara vesenast í einhverju sjálft og þetta er bara nýtt og það sem er töluvert núna að fólk kannski fara að taka fullan lífeyri samt að borga inn í lífeyrissjóðina miklu minna en áður sem þýðir að það farið á eftirlaun eða lítur þannig út en ekkert bara út í gluggan hlust og útvarpið það bara gerir eitthvað og hvað það sem að það þýðir fyrir okkur og sem að Konráð hugsaður út í hvað það sem verður til þetta náttúrulega bara verðmæti þetta eru geysileg verðmæti sem gera orðið til þegar við förum að virkja hóp sem að áður var bara svona beðin að stíga til hliðar ég held að það sé algjörlega geggjað og við munum líka þurfa að bara út af aldursþróunin sem ég var að nefna áðan það eru bara sífellt að verða fleiri sem eru komnir á eftirlaunaaldur sem að þeir sem eru vinnandi eru svona einhverju skinni að halda uppi lífeyriskerfin náttúrulega auðveldar þennan mekanisma gríðarlega en vandamálið svona í grunninn alltaf ennþá til staðar þannig að ég mjög hlindur því að fólk vinni lengur en ég skil alveg rökir, þú bara ákveðilega starfsorku en ég held að þetta sé einhver svona algjört lykilatriði til þess að við náum að takast á við þessi svona öldrun sem við byrjaði að gerast að við náum að finna að reyna að nýta krafta fólks í einhverju skyni sem lengst eins og ég segi, það er ekki verið 100% en einhverju svona öðru kannski capacity eða minni hlutvalli eða eitthvað ég held að það sé bara nauðsynlegt til að reynist okkur ekki of mikil byrði segjum að við séum kannski með 700-800.000 króna lífeyrisréttindi, ellilífeyri sem við bara byrjum að taka á mánuði, Konráð við erum 60 eitthvað ára við ætlum bara að fara að taka okkur 600-700.000 kall á mánuði svo eigum við kannski 20 milljónir í einhverju sérnarspartnaði sem bara fínn varasjóðu til þess að við séum alveg örugg svo ætlum við bara að stökka í einhver smá vinnu og ná okkur í 300.000 skall maður þarf ekki að slíta sér út til þess að ná sér í 200-300.000 skall á mánuði þá ertu komin bara kannski langleiðina í 1.000.000 á mánuði og þarft ekki að vera að borga eins mikið í lífeyrissjóði stéttarfélag á áður af því að verður alltaf meira eftir að lífeyrinum þetta getur bara verið fínt vegna þess að líka það sem vill svo til á sama tíma einmitt þá ertu kannski ekki með börn á heimilinu þú ert ekki með húsnæðislán þannig að kaupmátturinn sem slíkur og ráðstöfunartekjunum sem það hefur
þetta bara getur verið alveg hellingur og það ekkert óalgengt að ég sjá fólk stíga svona skref og auka jafnvel tekjuna sínar og það fær frítíma sem það getur gert í eitthvað skemmtilegt það getur bakkaðu börn og barnabörn í pössun, það getur látið gott að sér leiða, það getur gert allt mögulegt og umfram allt líka bara notið lífsins þannig að þetta skemmtilegt og það kannski önnur mynd en við höfðum í huga fyrir ekkert óskaplega löngu síðan. Ég held að lífeyrisaldurinn núna sé farin að verða bara hreinlega tilhlökkunar. En þó, ásækki fáfræði minna en veit fólk þegar það gamalt hvað það sirka fara að fá í ellilífeyrislaun og það komað óvart hvað það að fá mikið eða lítið borga? Já, þetta ennþá pínulítið vandamál og auðvitað ástæðan fyrir því að þetta bara stærstur hluti. Þetta meir helmingur af öllu því sem ég gerir bara lífeyrismál. Mjög mikið að halda námskeið og fyrirlestra þetta líka bara mikið svona leiðbeina fólki með þetta að þetta að ákveðnu leyti fyrsta skrefið svo ofboðslega leiðilegt. Það málið þetta svo stórt skref að stíga að ætla bara, ég heyrði einhvers þegar ég þyrfti að vera sérfræðingur í lífeyrismálu, nú ætla ég að byrja. Bara of stórt skref og of leiðilegt. En fólk meðvitað þetta skiptir miklu máli en það hefur ekki góða yfir sín réttindi eða sína stöðu og það veit ekki hvernig þessi kerfi spila saman bótakerfið okkar til dæmis getum Tryggingastofnun tekjutengt og þá bara skiptir afskaplega miklu máli hvaða tekjur það eru sem fólk að taka það getur skipt óskaplega miklu máli í hvaða röð verið að sækja hitt og þetta og svo það bara því miður þannig að skattarnir eru að þvælast fyrir alveg svakalega við erum með svo þrepaskipt kerfi hvenær þú tekur út já, að þetta púsluspil sem byrjar jafnvel strax við 16 ef þú ætlar að besta þetta Þið heyrið þetta gömlu hlustendur ungur hlustendur að heyrið bara í beinni berg, þetta svo flókið eitt af því við erum að tala lífeyrismál og við langar aðeins að fara í almannatryggingar og tala bætur Konráð, þú kallaðir þessa breytingu á ríkisstjórninni tímasprengju til framtíðar tengingu, bóta við vísitölu Já, af hverju? Eins og þetta var teiknað upp nákvæmlega í frumvarpinu en var svo einhvern veginn útskýrt í burtu með einhverju stóð áttastandi í greinargerð en stóð ekki í greinargerð þannig að endanum var þessu nú breytt að þá leit út fyrir að þetta ætti alltaf að fylgja launum en svo ef það kaupmáttarrýrnum þá ætti þetta fyrir ekki að verðbólgu þannig að þú varst í raun og veru bara tvöfaldi lás það var bara það sem þetta þýddi það var það sem það var alltaf að tala fyrir svo náttúrulega fer fólk að ranga við sér og bara sjá, það verið að fara að gera þetta og þá bara stíga menn fram á reitufullin eins og Axel Hall og Gylfi Sóheka og ég sjálfur og fleiri og bara þetta náttúrulega algjör strugl og þá farið að segja þetta miskilningur en það var lagað á endanum Þetta var lagað? Já, þetta var lagað núna þetta þannig að það búið að læsa inn í kaupmáttin eins og hann núna raun og veru, ef það hjálpar eitthvað að skilja ég nenni svo sem ekki að útskýra það nánar en þú veist, en að þetta fylgir samt annars launavísitölu en getur ekki farið niður fyrir kaupmáttastigið sem við erum í núna eiginlega meikar ekki sens en þetta var svona heldur leiðin til þess að bjarga andlitinu en þá að flokka fólksins fekk sitt en þú veist, þetta náttúrulega talandi eitthvað umræðið það sem eitthvað algjört rugl að því að mér fannst svona djókaði stundum með það að mér fannst svona eiginlega að vera þannig að þeir sem að vildur dragur sem greiðslum ætti að vera hlindir þessu að fyrst festa við launavísitölu að því að yfir langt skeið þá hafa þessar bætur hækkað hraðar en launavísitöla þannig að það var komin einhver bremsa á það en það náttúrulega virkar ekki þannig að því að núna ertu náttúrulega búin að setja það bara golf, svo kemur pólitíkin og það eru þrýsti hópar og það einhver sem lenda milli skips og bryggju og niðurstaðan að því að það kannski gert eitthvað aðeins meira þannig að þetta ekki gott mál og óþarft og tímasprengja var ómikið ekki eins og þetta leit út en eins og þetta núna þá allavega kveikithráðurinn hann mun lengri en þetta ekki gott mál og þetta algjör óþarfi og svo náttúrulega líka þú hugsar út í þú ert náttúrulega með þetta lífeyriskerfi sem að grípa allt þetta fólk bara smátt og smátt þannig að pressunlega kannski þörfin á sig vera að minni en þetta náttúrulega átti við alla bætur svo sem og þú veist ég líka svolítið horfa þetta milli kynslóðna ég búin að vera að hugsa yfir því bara mjög lengi að þú veist yngri kynslóðir það með svo mikið mótvind og móti sér en þú veist það alltaf verið að gera samt frekar pólitíkinni gera eitthvað fyrir það sem í eldri kantinum eins og kosningaréttin Já, meina þú veist, þessu við hérna bara til dæmis hvernig fjárhagslegur ávinningur háskólamenntunar í Íslandi, hann hefur alveg bara verið minnkandi og minnkandi, en
þú veist, við erum að stefnir í það helmingu þjóðurinn að vera með háskólamenntun, þannig að Í alvörunni? Já, það er svo margir. Við erum námsóð. Við erum að hugsa mjög mikið í magni, ég veit ekki hversu mikið í gæðum. Þannig að það er eitthvað sem gerist, bara hvernig vinnumarkaðurinn er byggður, hvernig stéttarfélögin virka, hvernig lífeyriskerfið verið að drífa þetta áfram og svo bara er einhvern veginn einn partur af þessu er að, þú veist, þrepin upp á vinnumarkaði, þau eru orðin þú ert miklu lengur að vinna þau upp þar en áður. Sér til þess að stjórnendur eru miklu eldri í dag þegar voru fyrir 30 árum síðan, sko. Þetta skiptir allt máli, en þetta er veruleikinn, þú veist, ungt fólk bara að mörgu leyti hefur svona, þú veist, í þessu skyni aðeins setja eftir öðrum kynslóðum og það var kannski líka þess vegna sem ég hugsaði bara, nei, ekki enn og aftur, sko. Enough is enough, sko. Þannig að, en þetta varð skárra en ekki gott. Allt til lagi, ekki gott. Ekki einu sinni allt til lagi. Já, ég held ekki allt til lagi, bara ekki gott, en þú veist, þetta er tímasprengjan hún er farin. Hún er töluvert lengri inn í framtíðinni. Innviðir og orka. Það er auðvitað giggó. Það er auðvitað að halda veislu, auðvitað margir sem að nýta sumarmánuðina í brúðkaup og margar hendur sem að þarf að dekka þar og þá er gott að vera með barþjóð eða dinnemúsík, þá eru giggarnir bara alltaf kláru stjörnungjöð og nákvæmlega góða færð og þá fínu verði, engin biðlisti, ekki drugl og svo sessor, nálgun sessor er auðvitað að skilgreina hvað að vera staðla og hvað má vera undantekning og hvað kröfureksturinn gerir til gagnaferla og kerfa. Heldur betur. Leysa það lista vel úr hendi og hvet ykkur til þess að heyra bara beint í sessor en við ætlum að ræða borgarlínuna sem er árum og eftir áætlun og umferð hafi kostað samfélagið talsverða fjárhæðir árlega á sama tíma er athyglisvert að risaframkvæmdir fortíðar kláruðust miklu hraðar en sambærileg verkefni í dag. Konráð, þú varst með erindi nákvæmlega þetta fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Í stórum dráttum, hvað kom fram þar? Það sem svolítið bara það sem þú varst að segja, það var svolítið kjarni málsins, sko. Loka orðið mín voru bara að hætta að reikna og fara að vinna, sko. Þegar búið að tala borgarlínu, þetta var mál fyrir kosningarna 2018, kosningarna 2022, núna kosningarna 2026 og verið næstu kosningar 2030, fjóruðu kosningarna í röð, þá verður ekki fyrsti áfangi borgarlínu ennþá tilbúin. Í alvörunni? Nei. Það verður svona tilbúin á því ári mögulega. Þetta er, sko, þetta gerir svo rosalega hægt og þetta á ekki bara við borgarlínu, bara almennt við innviða framkvæmdir bara í stóra samhenginu, sko. En alltaf þarna ertu komið með eins og verkefni sem bara inn í borg sem er hönnuð ákveðin hátt, sjáu bara Suðurlandsbrautarmálið, sko. Að þessum að taka afstöðu til þess hvað er réttmætt eða ekki, að þegar þú búin að skipuleggja borg með ákveðnum hætti, sama hvort þið finnist hann vera góður eða slæmur, þá er það bara svolítið þau spil sem þau eru gefin upp með. Það verður alltaf tímafrekt og erfitt að breyta. Þannig að það sem ég reyndi svona allavega að skilja eftir var bara, keyrum hlutina þess áfram, fyrsta lagi það, og öðru lagi, hvað er hægt að gera bara svona tiltölulega, fljótt? Er hægt að gera eitthvað svona einfaldar á, það er náttúrulega einhver verkfræðilegt vandamál, sko, en það þarf að koma einhver pólitísk forysta í því þannig að þá var alltaf ágætt að koma því á framfæri og ég er ekki að hugsa einhverja eldfluga vísindi í því, sko, bara hvernig þú útfærir gatnamót, sko, eða eitthvað, er ekki bara að gera þetta svona og þá er þetta ekki að taka pláss af bein í kring eða, það var þannig áhugavert erindi sem fundi ljósastýringu, sko, ég held að það væri búið að gera hana alla rosalega tækni við þetta. Nei, það er bara einhver klukkan í borgartónu sem stýrir þessu öllu og bara alltaf sama hvernig umferðin er, sko. Snill. Já, mér skilur, þetta er alveg hátæknilegt, sko, en það er bara til skynjarar og eitthvað sem geta bara látið þetta ganga og þú getur látið þetta virka til dæmis beautifully með til dæmis borgarlínu
eða bara strætó, þannig að hann sé á forgangi. Er þetta klukka sem er að stíga? Þetta sé einhverju kalla þetta klukka, þú veist, ekki að vera að herma of mikið svona. Allavega þetta var ekki eins tæknilegt og ég hefði ímyndað mig, við getum orðað þannig. Vegagerðinni brjáluð út í Já, það verður þá bara einhver að senda reiðpost. Ég tek fulla ábyrgð á því að þetta er ekki með hvernig umferðarstýring virkar í praxis er ekki mitt sérsvið, en ég hugsa bara sem íbúi, þú veist, hver dag, þú veist, ég man ekki hver tölur eru sko 140 milljarðar eða eitthvað? Já, ég man ekki enda einhvers staðar norðan við 100 milljarðar ári sko í umferðartafir. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara ári, tikkar, svo lengi sem þetta er. Og bara, ég held að við þurfum, þú veist, vonandi þetta er að fara á stað, það er eitthvað að gerast, meina, Fossvogsbrúin er í gangi, en ég er hræddur að hlutinu muni versna aðeins að hann fara að batna, því miður. Sorry, eitt sem ég langar að tölum þetta aðeins áðan, við vorum að tala að fá eldra fólk á markað aftur, sko, vinnumarkað. Stytting vinnuvikunar. Sko, núna, hvað er langt síðan að setja á laginnar? 5-7 ára? Mísjamt, sko. Svona formlega, held ég að þetta sé svona 2020 sem að stærstu breytinguna verða. Og hvað getur við sagt núna, 6 ára setna? Sko, þetta er svolítið skemmtilegt mál, af því að við erum alltaf rosalega hissa. Hún er því bara, landsamvinnsla mann, hún er staðið í staðina frá 2017. Já, ef við hefðum ekki stytt vinnutíman, þá hefðum bara þróast með ansi góðum hætti, af því að framleiðin er ekki búin að vera vandamál. Allavega, þetta er alveg galin umræða, en það er staðan og sko, mér sýnist að allavega það sem maður séð sem verður gerðið úttektir en opinbera, þá bara eitthvað að vaðið áfram með þetta án þess að skoða þetta eitthvað svona case by case, bara fara í hámarksstyttingu og þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Þá varst ekki að afkasta meira, þú veist bara að draga úr þjónustu þá. Augljósasta dæmir leikskólar, þú veist, það er ekkert svigurum, þú veist, þú ert ekki að fara að fá einhverja tækni, hagræðingu, framleiðinu aukningu í að annars börn þar, sko. Ólíklegt. Í fjölda hausa, sko. Þú getur bætt menntunina en þú veist, þú er ekki að fara að koma í staðin fyrir ákveðna mönnun og það er bara vandinn þar, sko. Og á miklu fyrir sviðin, þannig að þetta var náttúrulega yfirselt þessi stytting. Og þetta átti að laga allar kulnun og eitthvað og það fer ennþá versnandi sem náttúrulega mikil vonbrigði. En svo náttúrulega sem þetta virðist hafa gerst er að þetta náttúrulega var aðalega bara á opinbera markaðinum. Þess að við sjáum samt í mælingum allavega á Hagstofunni er að þetta er bara út allt. Þannig svona svolítið að því að náttúrulega opinberi markaðin er, já, ég veit ekki eitthvað, þriðungur á störfum eða 20-30% eða hvað það er, sko, að það hefur bara svolítið sett tónin og svona smitast aðeins yfir á almenna markaðin líka, einhverju leiti. En svo er náttúrulega miklu stærri breyting þannig baki heldur en bara þetta. Að þú skoða tímabil langt eftir í tíma getur farið 10, 20, 100, já, það meiri til bara, þetta getur farið 200 ár til tíma. Ég er ekki að djóka. Bara mannfólk allstaðar á Íslandi og annar staðar, það er bara alltaf að vinna minna og minna og minna. Eftir því sem höfum það betra, þá vinnum við minna. Þú veist, þú pælir í því segjum við sjálft, talið við ömmur ykkur og afa, lýsa því hvernig þau voru að vinna, sko. Þú veist, við gerum ekki raskat í dag með hvernig það var. En það er bara, við þurfum ekki að hafa eins mikið fyrir því til þess að lifa þokkarlegu lífi í dag eins og var þá, sko. Þannig að þetta er bara trend sem ég held að muni halda áfram. Hvað segir þið? Hvernig kom þetta fólk börnum sem í íþróttir og fór til tannlæknis og vesenaðist? Fór kannski bara ekkert í þetta. Ég veit ekki, ég allavega, er ekki svolítið... Nei, krakkarnir bara björguðu sér í sínu hverfi eða að mamman var heima. Það er náttúrulega líka stór partur af því. Og þeir sem voru úti vinnandi voru að vinna og þá bara var pappinn, hann bara rétt sá börnin kannski á sunnudögum, sko. Þurfu ekki bara að afnema þetta? Það var vinsælt topic. Já, mjög vinsælt. Ég meina, þú veist, mér finnst þetta, ég er samt alveg, sko, þú veist, mér finnst þetta út af fyrir sig allt í lagi, en vandamáli var að þú hélst einhvern veginn að þú gætir að þetta myndi ekki bitna neitt á hvað það ekki borgað og vinni minna, sko. Það virkar ekki þannig. Ef fólk vill vinna minna, samkvæmt kjarasamningum með eitthvað, fæn, sko. Það er bara eitthvað samningsatriði. En við skulum ekkert vera eitthvað að ljúga sjálfum okkur og öðrum hvað það þýðir, sko. Því að þarna þýddi það náttúrulega bara eitthvað allt annað en var búið að boða og einhvern veginn var svolítið gleift því miður, sko. En nei, þetta sé mikið að fara að snúa þessu og þú veist, kannski aðeins kælum okkur núna í svolítið tíma en ég er nokkuð samfærður það að þetta sé trend sem muni bara halda áfram í einhverju mynd, sko. Að við svona, að börnin okkar muni vinna aðeins minna en við, sko. Já.
Þetta svo kókavöskukynslu að koma núna. Ég þekki hvað það var í gamla daga hjá okkur Leif. Við Leifur þetta vinna alla daga. Já, það alltaf svona. En þú veist, það svona smá sannleikskorn í því, sko. Já. Fyrirgeðu Conor, ég ætla ekki að grípa fram fyrir Nei, alltaf. En sko, við erum að fara í rittarspurningarnar sem eru loka liðurinn, þar sem við fáum innsenda spurningar. Já, heldur betur. Nú maður stressaður. Já, þetta var nú nokkuð gott bara. Já, þetta var vinnulegt í dag. Þetta geta verið beittir. Já. En sko, árum komið þeim þá er þetta lengjan. Ef þið vantar að setja, ef þið langar að setja smá spennu í leikinn á HM til að mynda. Þú eru tippa á lenginu og ef þú eru rátt fyrir þér þá styrir þetta baki af íslensku íþróttalífi. Mér finnst veðmál svona svolítið eins og verðtryggingin, sko. Ég skil alveg sjónarmið að banna það, en ég vil hafa það sjálfur. Já. Fyrir mig. Og svo er þetta sútt upp, þeir eru með stærstu útsölu ársins þessa dagana. Yfir 100 vörur og 30% afslætti, þannig að það er að gera kíkja við í búrvaldi og gera frábært kaup. En Magnús Viðar ríður á vaði, hann er fyrsti rittarinn í dag. Hver eru sterkustu efnahagslegu rökin gegn inngöngu í ESB? Og svo segir hann kostir líka. Já, og svo kostir. Sterkustu rökin. Ég held bara að sagan og tölurnar sýni það að okkur hefur bara tekist rosalega vel í núverandi fyrirkomulagi og þú veist, yfirleitt er það sem að hagfræðingar gera þegar þeir reyna að spá, þeir byggja svolítið á gömlum fyrirlengjandi gögnum og þau eru einhvern veginn söguleg og mér finnst þau svolítið eindreið bendandi þess allavega hefur okkur ekki gengið illa á þess að vera inn í ESB, þannig að mér finnst það að vera maður þetta nefna eitthvað eitt en það er alltaf tína til á skona hluti. Og þú veist með aðra rittarspurningu að það Birkir með, eða ekki? Nei, ég gór. Ég bara hveti allan til að fara á Frökkur Reykjavík. Já, geðveikur staður í hjarta bæjarins á móti MR hana. Vá. Snædís að elda hana, kökkin. Er hún í eldhúsinu? Hlaut að vera, þessi flanksteik, hún er í þvælunni. En Sigurður Ágústsson, hann á næstu, hversu mikið mun eignaverð hækka við upptöku með við COVID lágvaxta bóluna hér árið, þá má ætla að hún verði umtalsverð. Hvað ætli 180 milljónar raðhús í Fossvoginu muni kosta við upptöku evru og þeirri aðlögun sem verður á eignaverði samfara henni? 300 milljónur, 500 milljónur. Við erum ekki búin að fara yfir þetta því hún nefndir sko að þetta hefði þá átt sér stað áður vegna þess að fyrir upptökuna þá væru vextir komin yfir hvort sem er. Já, og þú veist heima og þá væri þessi hækkun komin fram. Þannig að það er ekki víst að það er neinn breyting. En sko já, einhverju leiti sko, en svo þú veist, kannski væru evruvextinni ennþá lægri. Já. Þannig að þá færir kannski færir sko því að ná þessu öllu niður og ná að synga og færir upp í 200 eitthvað sko, svo getur komist í 300 milljónur rúmmúrinni og tekur loksins upp evruna. En það er bara svo erfitt að segja og þú veist, bara aftur ágætist dæmum þetta með vaxtapunktinn. Þetta er ekki hægt að horfa á það í einhverju tóma rúmi bara út frá húsnæðislánum. Vextir hafa áhrif á líf okkar miklu fjölfrættari þætti en bara það sko. Ein nafnlaus uppgjör ríkisins 182 milljarða tap árið 2025. Byrjum á beinni núna til begja, hvert allir þessi peningar að fara? Já. Er ekki vonum að spyrja? Já, ég held að þau séu líka að spyrja sig að þessu sko, vegna þess að og það sem að mér finnst vera ákveðið áhyggjarni er almennt finnst mér alltaf vera áhyggjarni þegar að og við getum talað svona, það er ákveðin umræði eins og til dæmis varðandi einhvernir barna að þá er ég alltaf hræddastur þegar ég heyri einhvern svona brjóta sér leiðin í umræðinu og segja nei, þetta er ekki svona. Nei, það er ekkert vandamál. Og ég er oft hræddur við svona, þetta fylgir oft til dæmis umræðu fjármál sveitafélaga að þá kemur, það er umræðu það að reksturinn sé ekki nógu góður, það þarf að laga einhverja hluti, þannig að þar er umræðan, við þurfum að koma okkur á betri stað og þá er einhver sem kemur inn og segir það er ekkert vandamál. Og það sem að gæti hugsanlega verið ennþá verra er þegar að fólk er meðvitað vandamálinn er búið að gefast upp gagnvart því og ég bara svona fyrir forvitni sækir og satt ég fund hjá samtökum fjármálafyrirtækja daginn í húsi Vigdísar sem ég ætla ekki að segja að sé ljótast á húsi í Reykjavík Guð minn góður, ég held að það er svo allavega, en það er svona ákveðlega skemmtilegt inn í sko, og salurinn svolítið áhugaverður en þar var fjármálaráðherra sem má svo sannarlega eiga það að mér finnst hann alltaf leggja sig allan fram við það að svara vel og vandlega og vera málefnalegur
og það bara mættu fleiri taka sér hann til fyrirmyndir, minnst hann gera það alveg óskaplega vel. En það var augljós fullkomin uppgjöf varðandi það að draga úr útgjöldum ríkisins. Algjör. Hann stóð þarna að þetta var umræðu það að auka enn frekar skatta á banka og hann sagði staðan þannig að við getum ekki meira, við bara gat ekki, hann sagði það bara ekki hægt, við getum það ekki og hann var meiri sér að kalla út í sal og segja bara eru þið með hugmyndir? Við bara geta ekki dregið úr ríkisútgjöldum, búin að auka þau geysilega mikið. Já, og þetta eitthvað sem að mér fannst óbúslega sárt að heyra vegna þess að ég held hann sé alltaf að segja svona það sem honum og deila því hvernig honum líður og þetta var tónninn sem var mjög slæmur. Ég held líka að það megi segja hann og örugglega fleiri fjármálaráðherra og ég bara þekki einhverju leyti eigin skinni. Fjármálaráðherra stendur svolítið einn í þessari baráttu alltaf. Það bara, ég held að þú veist, sísta vandamáli þessu sé í raun og veru Daði, sko. Því að hann sé að gera, en sko, ef þú ætlar að fara í gjaldahliðina, það líka annað það sem ég hugsaði, maður sá þessar hagræðingar tillögur alltaf spara í einhverjum omburum innkaupum og eitthvað, bara að ég allavega svona ályktaði fljótt, þykist hafa lært það, ályktaði fljótt, kannski það mig rámt fyrir mér, ég veit það ekki, að eina leiðin til þess að raunverulega breyta einhverju útgjöldum, þá þarf þetta hægt að gera hluti og það verður alltaf einhver brjálaður í því. Það verður sásökafullt. Þú getur ekki styttir leiðir í þessu, nema bara einhver svona smá framfærir og það bara eitthvað sem átt alltaf að vera vinn í en til þess að fara í alvöru fjárhæðir og þannig en sko þessi, talandi alvöru fjárhæðir þetta náttúrulega rosaleg tala þarna samt alveg að kristallast vandamál sem að ég vil meina þessi upplýsinga óreiða að því þú ert með 2 reikningsskil á ríkissjóði þetta frábæru nöfnum GFS og Ipsas svo ertu með fjársýsluna sem að segja reitt og einhverja flokkun þar og fjármálaráðuneytið og svo Hagstofan með aðra flokkun svo þetta A, B og C og þetta heildin A1 who knows, venjulegt fólk getur ekki fylgst með þessu mér sýndist til að maður sé sanngjarn að það þannig eitthvað skrítið í vaxta í jöfnuðunum sem að rosalega erfitt að spá fyrir grunar að þetta sé mögulega lífeyrisskuldbindingar sem að eru bara gæti það verið það sem að þú hefur einhver svona það sem smá jákvætt í þessu að frumjöfnuðin af ríkissjóði, hann var að þróast með ágætum hætti og var aðeins betur en var gert ráð fyrir. Og það kannski einhver svona smá vonaglæta að þetta geti eitthvað lagast. En ég svona temmilega bjarsýnn. Ég held að það sé alveg að hafa aðhald á ríkissjóði, en bara eins og hagkerfi ég hef svona grínast með það, ekki held ég opinberlega, en kannski bara gera það núna að þú veist, hallalausi ríkissjóði 2027 svona smá eins og fíkniefnalaust Ísland árið 2000. Þannig að sko, svo við bindum þetta saman, svo við náum svona góðri slaufa á þetta, þá þetta í rauninni eins og einhver ætla að fara í mótframboð á móti Infantino og lofa því að fækka liðum á næsta HM. Hann bara aldrei kosin. Það fengi bara ekki að gera þetta. Þetta er rosalega þröngsaga staða, sko. En og ég líka að það væri rosalega hjálplega umræðan ríkissjóð, hvað ríkið að gera það bara meira yfir í, þú veist, pólitíkina bara, hvað vilju að ríki gera og hvað gera ekki. Og ennþá meira yfir í það, heyrðu, skuldir ríkissjóðs og þá hvað það að taka í lán, af því að þú veist, allir þessu uppgjöfsaðferðir, það ein tala sem þú felur ekki fyrir því, það bara hvað það ríkið að taka í lán, bara lánsfjár jöfnurinn, hann ekki góður, hann langt frá að vera í afgangi. Það segir bara hvernig hann við þurfum að horfa á hann meira og ég vil meina, og ég verið lengi þeirra skoðuna, bæði náttúrulega bara þegar ég var að vinna fyrir síðustu ríkisstjórn og ég ennþá þar, að það gert alltaf mikið úr áhrifum afkomi ríkissjóðs á hagkerfið og þetta hefur verið notað í alls konar og á verðbólgu, en kannski minna úr signaling og svo líka bara einhverjum dæmum eins og til þess að hækkuð vörugjöldum síðustum áramót sem að í skólabókunum alveg hárrétt hefur ekki áhrif, en þú veist almenningur veit það ekki og það hefur það áhrif á hvernig við lítum á verðbólgunni í kollinum og hefur áhrif á verðbólguvæntingar. Þannig að ég held að þurfi svona að vera mjög hollt ef við færi svona nálgast meira bara út frá beint pólitíkinni, sjálfbærninni og svona bara einhvern veginn svona aðeins heildrænar varðandi verðbólguna, ef maður getur orðað einhvern veginn þannig. Mjög gott. Einn aflöðs þetta, af hverju mun upptaka júró auka atvinnuleysi? Til mín? Já, þetta til beggja, þau grípur bara. Já, ég veit það ekki. Ég held að það sé bara, það svona tiltölulega auðsvarað, eins og við erum með þetta í dag, að þá
gengið og krónan með öllu sínum kostum og göllum, þá stærsti kosturinn svo að hún ákveðin svona öryggisvendill ef eitthvað fyrir úrskeiðis í hagkerfinu. Og þú veist, það getur orðið breyttar aðstæður sem kalla til dæmis á það að það bara verður að verða kaupmáttar rýrnum til dæmis. Við höfum bara minna á milli handana. Það veruleikinn. Við erum að framleiða minna, að fá minna fyrir vöruna okkar. Það getur verið alls konar. Ef við förum inn í evruna, þá þurfum við, ef það á ekki að bitna á atvinnuleysi þannig að fyrirtækin þurfa að segja fólki, þá þurfum við að fara beinlínis í það að lækka launin handvirt. Það alveg hægt, sko. En minna, þú veist, það hefur gerist eiginlega aldrei. Og svo náttúrulega líka, því ég var að nefna það, þú veist, hvernig bara útkoman af núverandi kerfi? Útkoman af núverandi kerfi til dæmis í ESB að það almennt hefur verið töluvert meira atvinnuleysi þar en hér. Og ég meiri segja að þeir sem ég held að meiri segja að evru sinnar viðurkenni að þetta sé ókosturinn og einhverju leiti það, þú veist, undir okkur komið að stjórna þessu en það þarf rosalegan aga til að koma í vekk fyrir það held ég að atvinnuleysi verði eitthvað hærra sko og það bara mjög kostnaðarsamt. Mjög gott. Ingimar Bjarni spyr og þetta okkur báða. Ef þið getur með töfrasprota, fengið alla Íslendinga til að skilja eitthvað eitt atriði í hagfræði, hvað væri það? Í hagfræði? Eða fjármálum kannski. Eða fjármálum? Já. Það nú ansi stórt sniðmengi á milli sko. Ég myndi segja að vera til fjármál að eitt af því sem að það vælist fyrir fólk alveg rosalega mikið að treysta því alltaf að fortíðin endurtaki sig. Og að fólk átti sig á því að það ekki rétt. Ávísun í fortíð ekki ávísun í framtíð. Að það sem liðið hefur ekki áhrif á það sem þú átt að vænta. Ég held að það sé svona að hugsa alltaf framtíðar. Ég held að það skipti óskaplega miklu máli. Og síðan sé það hitt sem að og getur verið kontroversial og fólk rosa misjandi í þessu, en það það að neyslulán eru miklu alvarlegri og neikvæðri heldur en búið að normalisera. Að það á enginn undir nokkrum kringumstæðum að koma nálagt neinni tegundan af neyslulánum og tekið bílalán og annað með inn í því nema í algjöru neyð. En það alls ekki þannig í dag. Það fullkomlega normalisera sem eðluð þáttur í venjulegu heimilislífi. Og ég held að við hefðum það miklu betra ef við værum laus við þetta. Það nú atferðlis hagfræði, myndi ég segja. Þessi punktar, sko. Já, ég var kannski, sko, þú veist, já, þetta að segja, sko, ég held að, það kannski ekki beint hagfræði, þetta bara meira svona hvernig umræðum bara tölur og eitthvað svona í hagkerfinu oft dregin eitthvað út og suður og það verður eitthvað moldverið út af einhverju, að ein tala og samingislaus segið ekki neitt. Það eitthvað, þetta bara svona mantra sem ég alltaf með í kollinum, sko. Ég meina að skýrði fyrirtæki mitt eftir þessu, sko. Kontekst. Nei, meina, þú veist, þú þarft að hafa, þú veist, hvert heildar samingi hlutana. Meina, einhver segir einhverja ógeðslega háa bara klassískt dæmi, þetta alveg nota út og suður. Þeir meina uppsafnaðan arð upp á 10 milljarða á síðustu 20 árum. Já, ok, hljómar ógeðslega mikið, en hvað það á ári? Við allir hérna inni erum með uppsafnaðar tekjur síðustu 10 árum upp á einhverja rosa marga milljónir, sko. Þú veist, hvernig hlutin eru svona settið fram í einhver svona eðlu samengi að það kannski eitthvað sem ég held að myndi hjálpa okkur rosalega að vera bara svona betur upplýst og skilja heimið betur. Fréttarflutningunum bankana til dæmis verið frábærið þetta. Já, það fínt dæmi. Birkir Snær spyr Konráð á Þórólfur Matthíasson heima í rangstöðunni. Elsku Þórólfur. Ég ætla að vona ekki, sko. Hann kendi mér nú á sínum tíma og oft spjalla við hann, oft gott spjalla við hann, en ég eiginlega bara ég hef eiginlega ekki til þess að skýra hvers vegna hann einhvern veginn, þú veist, fyrst, bara svona hlustandi átti að fyrst hann finnur einhverjum útreikningu sem ég geri allt í foráttu og þetta sé alveg fáránlegt og svaraði því og hann verið að spyrja mig, ég læti hann fá gögn og upplýsingar útreikninguna og þá tekur hann eitthvað svona hálmstrá sem ég nefndi svona, já, bæðu veið þetta stiðu við það og rakkar það í sig og segir að því eitthvað annað, þú veist, ég veit ekki hvað veldur þessu menn fara þannig að ég sé bara risastórt pass. Já, Óli Malli spyr Björn, hver var hagkvæmasta lausnin á stækkun Laugardalsvallar? Hagkvæmasta lausnin á stækkun Laugardalsvallar að nýta verðmætasta byggingaland landsins sem Laugardalurinn og það í dag það þannig að
í skipulagi bara gert ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi þarna og til þess að fara þess að framkvæmd almennilega þá þyrfti að nota landi sem bak við mörkin og það sem þú þyrftir að gera að þú þyrftir að byggja þetta í áföngum ekki með einhverjum glerhjúp þannig að þú sjáir í esjuna á meðan við erum að spila þjóðsöngið þetta ekki þannig heldur praktísku góður Laugardalsvöllur yrði að nýta steipun og nýta infrastruktúrin þannig að það sem þú þyrftir að gera þú þurftir að henda upp fasteignaverkefni sem snýrað world class þar sem að klukkan núna þar myndir þú setja upp byggingu sem að mætti vera hótel helst það væri mjög hendug þar sem þarna vegna þess að þar væri gert ráð fyrir þjónustu sem myndi lítast mjög vel á leikdag en sá sem að fengi að byggja það myndi skila af sér tilbúinni stúku fengi í staðin að byggja þetta hótel hinum megin við völlin bak við hittmarkið bara gert svipað bara nýtt lóðin menn og verktaka myndu berjast það að fá að byggja á þessum stað og gefa KSÍ stúkuna og það var þetta semjum þetta allt saman aðgengi að þessu Getur þú svo ekki tekið þess að sína stúku í burtu og gert aðra sem að þú þarft ekki sjónenga við og gert það sama? Bara bókstaflega sem er planið en að gera meira en nú verður þetta teikninga líta ekkert óskaplega illa út. Það hefur ekkert verið látið með þær og það hefur ekkert verið almennilega sendar út vegna þess að þeir eru ekki eins glæsilegar og Pétur Martins kom með á sínum tíma. En það samt þannig að það ekki gert ráð fyrir neinu. Þetta köld steinsteypu stúka eins og byggð allstaðar og við sjáum rosa mikið eftir. Við sjáum eftir því að þessar stúkur margar hafa verið byggðar og það engin infrastruktúr. Þannig að við eigum að byggja þetta svona í áföngum og það sem mikilvægast að þessu öllu að við skerum ríki og borg úr snörunni. Vegna þess að þau hafa engan áhuga að vera það. Og það það sem hefur þvælst hvað mest fyrir okkur það að ríki vill þetta ekki, borgin vill þetta ekki og það hefur einhvern veginn verið litið þannig á að eina leiðin til þess að ná þessu í gegn sé að eyða allt og miklum peningum í það. Þetta þarf ekki að vera dýrt. Það er að rifja upp í fyrsta þættinu sem var á Stöð 2 Sport á sínum tíma. Og það mætti ég Geir Þorsteinsinni í einhverju svona umræðu þætti. Þar sem var búið að ákveða það að stækka Laugardalsvöllinn eins og hann í dag. Það sem að stúkan var svona og ég var bara búin að sýna teikningar og myndir að einhverju sem að kostaði nákvæmlega sama sem eins og Fornebu Arena sem að Stabæk byggðu, sem Víkingstadion í Stavanger, sem eru vellir í Danmörku, í Finnlandi, vellir sem að kostuðu það sama og var eitt í breytingarnar á Laugardalsvelli á sínum tíma og heil kynslóð misti tækifæri af því að gera Laugardalsvellinn þokkalega. Við megum ekki aftur gera þau mistök að halda að það kosti 100 milljarða að laga Laugardalsvöllinn og gera hann fínan og að það þurfi að lenda á skattgreiðendum. En þetta því miður það sem ég óttast að sé svona eitthvað sem að einhverjum hluta vegna að fólk sem að kemur nálægt þessu telur að sé eini raunhæfi möguleikin. Það sem þarf að borgin segi, ok, við ætlum að bakka út úr þessu og við ætlum að breyta skipulaginu þannig að það megi þá gera það sem þarf til þess að það verði byggðar þessar byggingar og þar með fái Laugardalsvöllurinn sín sæti. Þannig að það kannski verður síðan stúkan bara svona langt í burtu í einhver tíma, það verða komnar kannski 2 stúkur sikkur megin, völlurinn bara flottur og síðan klárum við þetta þegar að færi gefst á því. Mjög gott. No-brainer. Besta hugmynd sem ég hef heyrt. Já, brilliant. Bara no-brainer. Eina sem bara að hann var með þessu hugmynd fyrir 100 ára síðan og ekkert búið að gera Það fá bara Björn Bergi formann KSÍ takk. Þessi til þín frá Lúkasi Leó Björn, hvað rankar þú þig á listanum við B.B. Kings? Persónulega ertu næst efst hjá mér eftir The Real B.B. King. Já, ég fór nú einu sinni til Beale Street, þar sem að B.B. King var með staðinn á þeim tíma sem hann var með, sem að þú ert með svona ljósaskilti með gítar og B.B. King, en ég hitti ekki kallinn. Það rauninni algjör synd að maður hafi ekki bara til þess að eiga það, hafa einhvern veginn náð að tróða sér inn til þess að taka í spaðan mán. En þeir eru nefnilega alveg ótrúlega margir sko. Það er Björn Borg. Það er síðan alltaf Björn Berg. Veitu hvað Björn Berg er? Sko, það er maðurinn sem að teiknaði allt fyrir Astrid Lindgren. Já, okay. Það er sko alnafni minn. Það er Björn Berg. Svo náttúrulega Bjarni Ben og það eru hinnur af þessi og Bilbo Baggins. Þetta er erfitt. Þetta er rosalega. Þú ert í öðru sæti. Þetta er efnum í annan þátt. Ef hann að henda mér í annað sæti þá er ég alls ekki með það. Já, en Örn Axelsson spyrir mitt Konráð, getur þú powerrankað eftirfarandi B.B. Kings? Bjarni Ben, Björn Bragi og Björn Berg. Sko, ég verð að setja hann í fyrsta sæti eftir hann setja við hérna. En svo skammt á eftir Bjarni og Björn Berg, Björn Bragi verður að taka síðasta. Já, ég verð að gefa honum sjátt, sko. Já.
Ég má ekki glíma. Tók eftir og sleftir honum viljandi. Næst síðan spurningin og þessi til Konráðs Jóel Ísak efnilegasti sjávarútvegshlutabrifagreinandi í Evrópu, spyr Daniel Bárðarsson. Já, ekki spurning. Já. Hann þekkir kvótakerfið miklu betur en venjulegt fólk að þetta gera held ég sko. Það nokkuð svafa. Það eru powerranka fyrir okkur bestu. Hann er alltaf góður í sjávarútvegsfélögunum, það er alveg hreinu. Loka spurningin, hún er lengri í kantinum, hún er frá góðum vini og hún er mjög góð og ég veit að hann hefur líklega verið lengi að skrifa hana, þannig að það er ekkert stress á ykkur í tíma að svara henni, hún er löng, þannig að þið gefið tími í það. En ég þarf að minnast á góða vini okkar, gamla vini, Autocenter, Pusjómið var í ruglinu og þeir ringdi mig og segðu bara, Birkir, út fjölskylda. Þeir með ekki sjá skrámu. Nei, þeir ringdu bara í mig persónulega, þú ert ekki bara að keyra mig á þessu. Nei. Og svo heyrði maður Björn Berg tala 90% bílalán og ég á Pusjó og svona, en nei, ég bara ætla að vera skynsamur. Autocenter, farið tjónaskoðun þangað, takk. Það er gaman að enda þessari spurningu, það er mikil vinna lögið. Hefst nú lestur. Ég hef verið að velta fyrir með trade-offinu og milli þess að kaupa í sjóðum /hlutabrif versus að greiða aukalegin og lán. Í mörgum personal finance bókum er rætt mikilvægt þess að byrja að snemma að fjárfesta, vera með reglubundin sparnað í hlutabrifum og vera með veldreift portfóljó, oftast bent á S&P 500. Þá er markmið eiga nægan lífeyri þegar fólk hættir að vinna. Það er líka talað ágæti þess að greiða lánin sér hratt niður, en þar eru dæmin oftast að lánum með 3-6% vexti þar sem kjörin í Bandaríkjunum Evrópu eru lægri. Með lífeyriskerfi eins og í dag á Íslandi þar sem maður greiðir hátt hlutfall launa í lífeyrissjóð og fær síðan ríflegt mótframlag, báða prósentur hærri en í öðrum löndum held ég, segir hann. Myndi þið þá segja að fyrsta fólk er að safna svona miklu í lífeyrissjóð og vextir séu svona háir í Íslandi að það sé betri langtíma fjárfesting /ávöxtun að greiða niður lánin sín hérna á Íslandi í staðis að vera fjárfesta í S&P 500, íslaka markanum eða öðrum bréfum. Er einhver aðra hliðar á þessu sem þið telur mikilvægt að horfa á? Bara einn létt í lokin. Mér finnst þetta frábær spurning. Þetta er mjög góð og það er ekki einfalt svar við henni, þetta byrja það alveg strax. Sko. Ég myndi segja að þegar þú ert að hugsa að fara alfarið í að greiða niður lánin, þá ertu samt að greiða inn í lífeyriskerfið. Og þú getur greitt að lágmarki 6% í viðbótarlífeyrissparnaðinn og svo getur þú bætt við verulega miklu sem séreign í skyldusparnaðinu líka. Þannig að þú getur verið að leggja fyrir verulega háar fjárhæðir, 20.000 eða meira í hverjum einasta mánuði í fjárfestingu sem þú getur valið síðan fjárfestingarkost. Þannig að ég segi, ég er sammála því að ungt fólk á að byrja að fjárfesta og það á að fjárfesta í því sem að skilar mestri væntri ávöxtun til langtíma liti sem eru hlutabrif. En mér finnst að við hefum að gera það alfarið í hérna lífeyriskerfi til að byrja með. Vegna þess að það sem að ég byggi þetta á er í rauninni bara praktík, bara að ég sé hvernig fólk fer í gegnum lífsleiðina. Ég er búin að sjá raunverulega hvernig fjármál þróast hjá fólki gegnum lífsleiðina til þess að vera 100% samfærður það að leiðin til þess að gera þetta er að fókusa 100% á það að vera skuldlaus. Þú setur þetta bara allt saman inn á lánið, þú passar að vera með góða neyðarsjóð, þú passar að vera að spara fyrir því sem þarf að spara fyrir, endurnýjun á bílum, fríum, jólum, húsnæði, öllu þessu, en þú greiður niður lánin. Á sama tíma ertu að greiða jafnvel aggressíft inn í séreignarsparnað, nokkra tegundir jafnvel, og ert að velja þér ávöxtunarleiðir sem eiga að skila mjög góðri ávöxtun, ef þú ert til í það, af því að þetta er langtíma fjárfesting og þá skipta sveiflur engu máli. Þegar þú ert orðinn skuldlaus, þá getur þú verið að fjárfesta. Það er málið. Hugsaðu þér að vera 40, 50 og geta farið að fjárfesta á fullum krafti og þegar þú ert skuldlaus, þá þolir meira. Þú getur verið betri fjárfestir vegna þess að þú átt greiðari leið í fjárfestingar sem eiga að skila þér meiri arðsemi vegna þess að það er minni áhætta af því þú ert ekki gíraður á sama tíma. Þannig ég er algjörlega samfærður þetta og mér finnst ekki flókið svari við þessu, en ég veit að ef við værum síðan að fara að henda svona löguð inn í Excel og þá getur annað komið út af væntri ávöxtunar hlutabrifum miðað við kostnaðina lánu, en praktískt vegna þess hvernig hegðun þetta verður hjá fólki. Það sem þú greiðir inn á lánið er ekki eins freistandi að taka út eins og hlutabrifin geta verið. Það er ekki skattur af þessu allan annan tíma, það er áhættu þátturinn í þessu sem að skiptir verulega miklu máli. Ég held að þetta sé leiðin. Ég held líka að, ég hef svo sem ekki miklu veit að bæta nema ég held að sem skýri kannski að þessi ráðgjöfur ekki alveg takt við einhverju svona finance ráðgjafa bækur er bara út af sérstöðu Íslands með lífeyriskerfið og skyldusparnaðinn. Svo líka með skatt á fjármagnstekjur. Því að mjög víða þá eru
skuldir eins og til dæmis í Danmörku, ég veit ekki hvort það sé í Bandaríkjunum að þá sko skuldir vaxtagreiðslu frádráttarbærar frá fjármagnstekjuskatti en við erum ekki með það þannig að það þá de facto skattfrjálst sko að greiða það niður sko ef það væri, þú veist, það myndi ekki skiptaði máli annars og það stór faktor í því, þú veist, með 22% hérna fjármagnstekjuskatt þannig að það, ég held að svona fyrir íslenskar aðstæður þá eigi þetta við allavega svona almennt séð sko en svo, þú veist, ég held að sé samt alveg ágætt að hérna, þú veist, mér finnst samt sko, ég alveg sammála þessu almennt grein lánið en ég held að sé samt bara mjög hollt og gott ef fólk sér einhver tækifæri bara að kynna sér hlutabréfamarkað eða eitthvað alltaf í lagi að stökkva á það með eitthvað sem þú ert þá tilbúin að tapa, mögulega menn að það ekkert að því sko ef þú ert að gera hitt ágætlega sko þá finnst mér þú alveg hafa svigrúm í það en þú veist alls ekki vera eitthvað að stökka með allt hitt í hlutabréfasjóði eitthvað svoleið sko þú veist svona fyrstum sinn ég held að með þú ert mjög skuldsettur það held ég að sé getur gengið rosalega vel en það getur líka farið illa Ég bara Góð spurning. mér eins og konungur hérna í kvöld. þetta var Það er svo æðislegt. gaman að tala við þessa drengi hvað það var gaman Þetta var geðvitt. Björn Berg Gunnarsson, Konráð Guðjónsson. Já, Takk fyrir kvöldið. Já, bara og- sömuleiðis, takk fyrir bjóðinu þetta var geðvitt Takk fyrir Takk fyrir. Og fruminni Já, fruminni, allir að drífa sér skoðan okkur. Takk.